can see your face. Though you're far away, me and you. Hvað ætlaðu að gera við þessa vexti? Réttu með sleggju. Er þetta sleggjan hans Bjarna? Já. Við ætlum að nota stóru sleggjuna. Svona ætlum við að negla niður þessa vexti. Já, þetta voru fyrirheitin sem að núverandi forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir veitti þjóðinni í kosningabaráttunni í nóvember 2024. Seðlabanki Íslands tilkynnti nú fyrir vikunni að hann hyggist halda stýrivöxtum óbreyttum í 7,25%, enda verðbólgan komin í 5,2% og virðist vera á enn frekari skriði. Velkomin í Spursmál, föstudaginn 7. febrúar. Þetta er mál sem við ætlum að ræða á þessu vettvangi í dag og ekki vanþörf á. Ég ætla að spila hérna næst fyrir ykkur ummæli sem að forsvarsmenn Seðlabankans létu einmitt falla á miðvikudaginn. Eitt helsta vandamál peningastefnunnar bara hefur verið mjög heitur vinnumarkaður og mikla launahækkun. Og ég held að það sé kominn tími til að við bara stöldrum við sem þjóð og segjum sko hvenær ætlum við að hætta þessari tilraun að hækka kostnað og laun langt umfram það sem þjóðarbú getur staðið undir og langt umfram það sem gerist í öðrum löndum. En á sama tíma ætlast þess að verðbólga sé lítil og lág og vexti séu bara eins og í öðrum löndum. Það er harður tónn í seðlabankamönnum eins og þið heyrið og það er líka í yfirlýsingu peningastefnunefndarinnar. Þeir hyggjast ekki færa sig spönn frá rassi fyrir að við sjáum verðbólguvæntingarnar fara niður og verðbólguna sjálfa. Það geti tekið langan tíma með þá mynd sem þeir draga upp. Forsætisráðherrann Kristrún er hins vegar enn á öðrum máli en þeir. Við ætlum að spila hér fyrir ykkur stutta klippu úr viðtali sem tekið var við hana í upphafi vikunar á vettvangi Bylgjunnar. Nú veit ég einhver hugsar býtu nú einn. Voru þið ekki að valda verðbólgu hérna í janúar? Sko, staðreyndin er svo það er auðvitað munur á stökum mælingum og svo bara langtíma horfum þegar kemur að efnahagsmálum og verðþrýstingi í hagkerfinu. Og auðvitað er það þannig að það geta komið upp tilvik eins og núna þar sem að við erum að taka þá ákvörðun að loka ákveðnu svona gati sem að snýra gjaldtöku í bifreiðum sem stóð til að loka núna yfir margra ára tímabil. Síðasta ríkisstjórn var með þetta áætlun líka að fara í umrædda gjaldtöku og það getur leitt af sér núna að hluta til að birtist það í verðlagningu núna í einum mánuði. Við fáum einskiptis hækkun á verðbólgu en gera það verkum að yfir lengri tíma, bara yfir margra mánaða og nokkra ára skeið, og lokum við þessu gati, drögum úr verðþrýstingi, þannig að þetta er óþægilegt í skamstíma en til lengri og millilangstíma þá drögum við úr pressun í hagkerfinu. Vandinn er bara að sjá að þetta eru ekki stakar mælingar, verðbólgan er á breiðum grunni og Seðlabankinn bendir á það. Ríkisstjórnin er ekki að loka gatinu, enda jók hún útgjöld ríkisins 9% á milli ára með fjárlögunum sem að samþykkt voru í desember. Það eru ríflega 140 milljarðar sem að fara út úr ríkiskassanum í ár umfram það sem gerði í fyrra. Hagfræðingar benda á að áætlanir séu líka nokkuð djarfar miðað við stöðunni í hagkerfinu og að tekjur ríkissjóðs gætu orðið minni en ríkisstjórnin áætlar, bæði vegna þess að gjaldtakan dregur úr þrótti fólks til athafna en líka vegna þess að við búumst við meira atvinnuleysi heldur en þessar opinberu tölur gerir ráð fyrir. Það er hins vegar alvarlegt að forsætisráðherrann skuli tala með þessum hætti vegna þess að hún hefur þessar tölur undir höndum, bæði mælingar Hagstofunnar sem að hún og fjármálaráðherrann gerðu lítið úr og ætlum hún reyndar að kenna olíufélögum og bifreiðaumbóðum en Seðlabankinn hefur líka aflað upplýsingar sem að þessi sami forsætisráðherra hefur undir höndum og þær tölur benda í allt aðra átt heldur en hún fullyrði þessu viðtali. Sjáum við hvað Þóra Ingi Pétursson, varaseðlabankastjóri, segir einmitt það hvaða áhrif þessar verðskrárhækkanir ríkisstjórnarinnar frá því í desember munu hafa. Nefndin auðvitað ræddi það hvað framhaldið og ef þetta fer á verri vega en við erum að gera ráð fyrir. Ef til dæmis þessi annar umferðarárið ágerast, ef við förum að sjá einhverjar hreyfingar á vinnumarkaði í launum, til dæmis þessi forsenduákvæði í haust fara að virkjast, þá munum við ekki hika við að bregðast við með hækkun vaxta. Þessi ummæli og önnur benda til þess að forsætisráðherrann tali þvers og kruss. Hún er held ég að tala gegn betri vitund, enda er hún hagfræðingur að mennt.
Og það alvarlegt þegar forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar, forsvarsmenn ríkisins sjálfs tala með þessum hætti. Við erum að sjá þessar alvarlegu afleiðingar koma fram auðvitað í vaxtakjörum fólks, verðtryggingunni sem að hafa áhrif á íbúðalán og reyndar kjör ríkisins á verðtryggðum pappírum. Og ég ætla að sýna ykkur hérna litla mynd frá Ragnari Má Gunnarsinni sem að þið þekkið á góðu einu hjá okkur. Hann er að sýna núna hvernig verðbólguvæntingar eða verðbólguspá Seðlabankans er að breytast frá því að ríkisstjórnin tók við og til dagsins í dag. Það eru horfurnar allar á eina lund. Það er ekki stöðugleiki í kortunum. Það er ekkert sem bendir til þess að til lengri tíma litið sé ástandið að batna eins og forsætisráðurinn heldur fram, heldur þvert á móti. Ef við skoðum heildar verðtryggðar skuldir í íslensku hagkerfi, þá má gera ráð fyrir því að staðan eins og hún hefur verið að versna leiði til þess að verðtryggð lán og skuldir muni aukast ríflega 250 milljarða yfir spátímabilið, það er að segja á næstu 6 ársfjórðungum. Þetta eru rosalegar tölur og hafa áhrif ekki aðeins á heimilin, heldur fyrirtækin og ríkissjóð leið. Það verður fróðlegt að sjá hvernig ríkisstjórnin hyggst bregðast við. Það er bara einn vandi sem við stöndum frammi fyrir. Fjármálaráðherrann, Daði Már Kristófersson, hagfræðingur og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og hagfræðingur, þau vilja ekki koma hingað í spursmál til að ræða þessi mál. Þau þora því ekki. Það er ekki gott. En við þorum og við höldum líka úti öflugum bókaklubbi hér á vettvangi spursmála og mér langar til að minna á bókina sem við erum að lesa núna í febrúarmánuði varðar landið sem er á allra vörum allt í einu, Grænland. Bókin Grænland og fólkið sem hvarf eftir Val Gunnarsson er á sérstakur tilboðsverði í verslunum Pennans þennan mánuðin og við ætlum að taka hana til gagngerrar umfjöllunar. Það er farið vítt og breytt yfir sviðið, bæði sögulega og út frá nútímanum. Hvet ykkur til þess að grípa ykkur eintak og hefja lestur ekki seinni núna. Við erum að reka þennan skemmtilega bókaklúbb okkar í samstarfi við öflug fyrirtæki, Brim, Keresis, Samsung og Pennan. En við ætlum að fara í fréttir vikunar eftir skamma stund. Það ætlum við að gera með öflugum stjórnmálakonum, Magneu Gná Jóhannsdóttur úr Framsóknarflokknum og Líf Magneuðdóttur úr Vinstri grænum. En áður en ég sest niður með þeim, þá ætla ég að spila hér fyrir ykkur samantekt Ásthildar Hannesdóttur kollega míns á því hvernig pólitíkin birtist okkur á samfélagsmiðlum í vikunni. Raindrops keep falling on my head And just like the guy who's feeling Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu þér möguleikana á limtrevírnet.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsókn við Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Eru það að grínast hvað veðurguðirnir eru búin að vera í miklu stuði síðustu daga? Jesús, þið senda okkur bara vorið nokkrum mánuðum fyrir tíman. Ekkert eðlilega næs. Þakklæti er manni efst í huga núna, sko. Gós, hvað það er ekki spennandi tilhugsun að vera fastur í snjóskafli í febrúar eins og svo oft hefur verið raunin, sko. Já, nei. Nú er bara bongo, mambo, jumbo alla daga og allir einhvern veginn miklu léttar í lund fyrir vikið. Suns out, guns out, algjörlega all in núna. Stemmarinn er bara mættur, takk. Nema kannski hjá austurlandska konfektmólanum okkar. Hann hefur svolítið verið að æsa sig eitthvað svona síðustu daga og vikur. Skammandi ríkisstjórnina lon og don og allan daginn, bæði í ræðustól og á samfélagsmiðlum. Ég verð nú samt að viðurkenna það, hann er alveg pínu kjút svona reiður. Veistu við það ekki? En passaðu nú samt þrýstingin, elsku kall. Maður þarf nefnilega að fara svolítið betur með taugarnar þegar aldurinn er farin að færast svona hratt yfir. Gnarrenbörgin okkar var í miklu stuði í vikunni og lét tannlækna heimsókn meira segja lítið út fyrir að vera skemmtilega. Sís, sjá hann er ekkert eðlilega vel tenntur gaur. Ég hef aldrei tekið eftir því áður.
Jæja, en hann allavega nennir ekki að vera í samskipti við aumingja sem að miklaða fyrir sér til dæmis að fara til tannlæknis eða sinna öðrum óþægilegum en nauðsynlegum hlutum. Hann hefur bara engin þolmörk fyrir aumingjum og djöfull er ég með honum. Aumingjar eru bara fyrir aumingja. Frú K-Frost gaslighter þá kannski bara aumingi eða? Nei, ég bara spyr, ég bara spá. Hún er ekkert að svara bréfum og eitthvað svona. En ég meina, er það ekki fullskiljanlegt? Ég meina, come on, hver er að senda bréf nú til dags? Vitið þið hvað póstþjónusta er orðin dýr eða? Verðskráin er sko bara alveg upp í rjáfri. Í vikunni kom Simmi Gumm með lausnin á verðbólgunni og þá langt bestu hingað til. Takið bara Ibufen. Ibufen er bólgueyðandi lyf og slær alveg pottþétt á öll verðbólguskotin, sko. Halló fólk, hugsa í einföldum lausnum hérna, ha? Rósa Guðbjörns nær ekki upp í nefið á sér fyrir vöxtum og verðbólgum og öllum þessum ósýnilegu skattahækkunum sem ríkisstjórnin elskar að setja á okkur, óbreytta borgara. Hvað næst? Súrefnisskattur og alla sem anda eða? Kannski svona skiptur skattstofn eins og neföndunar súrefnisskattur og munnöndunar súrefnisskattur? Nei, ég meina þessi skattar eða hvað sem eftir að fara með okkur í gröfuna, sko. Skattar hér, skattar þar, skattar alls þar út allt, sí og æ og sí, alveg erum við komið með upp í koka af því, wúúú! Simmi Dabbi lætur ekki neitt segja sér hvernig hlutirnir eiga að vera, ó nei, hann hlýðir engu, hann er villingur og óþekktar ormur og ætlar allra síst að hlýða einhverjum svona samfélagslegum normum, Þess vegna fór hann út fyrir kassan og deildi þessari vel pigsluðu en flottu mynd af Andrési Jónssoni, góðvini sínum. Já, ekkert instavænt kjaftaði og eitthvað feik, bara allt upp á borðum eins og það er. I love it. Í vikunni talaði Snúli Másan kynin 70 og hversu þungbært það er að vera kallmaður þessi dagurinn. Já, vitið það, hann er náttúrulega bara með ofnæmi fyrir kynjafræði og hann er langt í frá að vera svo eini, sko. Þetta er ekki árstíðabundið ofnæmi, heldur þetta bara krónískt og langvarandi, ævilangt ofnæmi. Og ég skal segja ykkur það að það er mjög erfitt að vera ofnæmispési, það eru lakari lífsgæði og svona, þannig að hann er ekkert að bulla, hann er ekkert að feika þetta, sko. Hann er bara með ofnæmi fyrir allan peningin. Tokka Gunn hafði í nógu að snúast í vikunni en athygli vakti að hún var meira og minna bara heima, hér á klakanum, Það hefur nú bara ekki gerst síðan 1700 og súrkáli eitthvað. Já, það er sennilega veðrinu góða að kenna, eða þakka, eða hvernig sem þið vilja hafa það. Hún heimsótti landsbyggðina, flaug meðal annars norður á Akureyri ásamt Fríðu föruneyti, en svo var ný öryggis- og varnarmálastefna sem að hann Pavel, sjálfurkongur og formaður utanríkismálanefndar Alþingis, hún var samþykkt, pælið í þessu. Allir flokkar studdu þessa stefnu. Það er sko ekkert smá afrek og auðvitað montaði Tokka sig af sínu manni. Meira sé að ég montin af sjálfurkongnum, sko. Talandi sjálfurkongin okkar, hann Pavel. Það var auðvitað alltaf að gerast þegar honum í líðandi viku. En hann gaf sér þó tíma í að taka selfie af sjálfum sér auðvitað, já selfie, við eitthvað geimfar frá NASA sem er núna bara eitthvað staðsett á Akranesi. Nei, ég er að djóka. Þetta er nú bara gamli góða Akranesviti, sko. Þarna náði ég ykkur. En já, svo kom önnur Akranesjálfa frá sjálfurkonginum, en hana fekk Arna Lára, samfélskvísa, líka að prýða. Þarna eru þau bara kappklædd í íþróttahúsinu að fylgja börnum sínum eftir í einhvers konar íþróttakappleik. Geggjastuð? Er að sjá þetta? Það er eitthvað svo ótrúlega fallegt við það hvað ríkir mikil sátt og samlyndi á milli þessa þverpólitíska þingmannahóps sem leiddi í jörð þessa fyrstu stefnu í öryggis- og varnarmálum bara í allri lýðveldi sögunni. Í alvörinni, þetta er fólki sem ætlar að passa okkur fyrir öllu vondu köllunum og í útlöndum. Bara takk fyrir ykkur, segi nú bara. Bryndís Haralds heldur áfram að huga vel að líkama og sál. Það verður auðvitað alltaf að vera smá gaman því annars er svo leiðilegt. Þið þekkið þetta stef hjá henni, stuðstelpun okkar. En hún skellti sér í skíðaferð með sínum heittelskaða og góðum vinum og bara ónaði heiminn á meðan. Sjáu þessi skíðaglerugu? Squeeze alert í brekkunum, sko. Á skíðum skemmt ég mér, Magnea Gná er svo sannarlega með öll veiðarfærin úti þessa dagana, enda í virkri makaleit. Já, það má sko alls ekki koma gata á trolli þegar vertíðin stendur sem hæst og það veit Magnea Gná bara mjög vel. Enda skellt hún sér í hárskveringu og annaðins nostur í vikunni og bara, wow, því lík fegurð í alvöru. Hún verður sennilega ekki mikið lengur að lausa gangi úr þessu, sko,
Annars var lítið annað talað hjá borgarfulltrúum í vikunni en það að börn eða fá frítt í strætó. Já, skemmtilegt. Frítt í strætó, já, frítt í strætó. Sanna bar þetta nefnilega líka upp á samfélagsmiðlum sínum, sko. Og Alessandra Brím, en hún er mjög spennt fyrir því að geta kannski loksins gert eitthvað gott og eitthvað gagn og við bara wúhú, fögnum því. Frítt í strætó, frítt fyrir alla í strætó. Börn, engin gjaldtaka, börn, nei, frítt í strætó fyrir börn, frítt í strætó. Já, frítt í strætó, flott. Eyjó, Peyjó, nýbakaðu faðir og innviðaráðherra segir veiðigjaldspenningana vera strax farna að gera gagn og stokka upp í innviðaskuldina sem fyrri ríkisstjórn auðvitað ábyrg fyrir. Wúhú! Já, Binni í vinnslustöðinni og Guðmundur í Brim og Gunnþór hjá síldavinnslinni og allir þessi peyjar eru örugglega geggja hressir með að heyra þau tíðindi. Eyjó, Peyjó, hann er langflottastur, hann veit alveg hvað hann er að gera. Heiða Björg #borgarstjóri og Inga Sæland tóku höndum saman á dögunum og lögðu sitt af mörkum í að stoppa slagsmál og ves í Breiðholti. Sennilega er þetta bara mjög gott múf. Ekki myndi ég vilja lenda í þessum konum, sko. Stórhættulegur alveg. Þekkirðu þennan? Þessi bróðir hans. Það var öllu tjaldað til í Coop City miðja vikuna þegar Ásdís, Kópavogs Queen, bauð öllum íbúum Kópavogs sem eiga 70 árinu í partí, sko heljarnapartí. Svona á að gera þetta. Fagra litla diskodísin, hún kann þetta vel og er síðan svo að tella ykkur að baunir þegar partíhald er annars vegar. Wúhú, nú bara tengjum við og höldum bara massa partí alla helgina. Góða skemmtun! Við þökkum Ásthildi Hannesdóttur fyrir þessa ágættu yfirferð eins og fyrir daginn. Það er alltaf nóg að frétta af pólitíkinni og ekki síst af samfélagsmiðlunum þar sem að stjórnmálamennirnir hafa komið sér þægilega fyrir flestir hverjir. Ég er hins vegar komin með hingað til okkar í hádegismónað 2 öfluga stjórnmálamenn úr borgarkerfinu. Það er Magnea Gná Jóhannsdóttir sem situr í borgarstjórn fyrir Framsóknarflokkinn og Líf Magnúsdóttir sem situr í borgarstjórn fyrir Vinstri græna. Hún er kannski það eina sem eftir er að þeim flokki eins og staðan er núna. Komið þið sælar. Já, góðan daginn. Er þetta ekki ágætis lýsing? Bara frábær kenning, takk fyrir hana. Já, ég ætla að áður við förum í pólitíkina. Ég er að fá hér í seinni hluta þáttarastími fólk að ræða verðbólguna og vextina en Seðlabankinn var þó núna á miðvikudaginn að tilkynna að hann haldi vöxtum óbreyttum. Þeir virðast ætla að halda þeim óbreyttum jafnvel fram á haustið. Verðbólgan á leiðinu upp, það hlýtur að fara hrollur ykkur eins og aðra. Já, þetta bitnar líka bara á okkur í borginni og borgarfulltrúum sem öðrum. Já, borgarfulltrúum sem öðrum auðvitað. Við erum auðvitað launþegar. En ég varð fyrir miklum vonbrigðum. Mér finnst þetta bara algjörlega glatað ástand. Það er búið að lofa okkur hérna að lækka vexti. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttir, hún var á góðri leið með það. Og svo kýs fólk vendarlega Kristrúnu og Samfylkinguna út af það að hún hefur einhverju svona trúveruleika í fjármálum og eitthvað svona. Vaxtasleggjan. Já, vaxtasleggjan, einmitt. Og svo er þetta bara að rjúka upp. Þannig að ég var fyrir miklu vonbrigðum. Mér finnst þau ekki halda vel á spöðunum í þessari ríkisstjórn. Og það er nú verið að meður að segja að kannski eru Vinstri græn bara nokkuð glúrin með þetta verkefni. Þrátt fyrir að það er sagt að vinstri menn kunni ekki að fara með peninga. Þið eru nú ekki að ná tökum á kostnaðinum á borginni heldur? Já, þar er ég náttúrulega með mörgum flokkum. Ég fæ ekki að ráða öllu sjálf. Berð enga ábyrgð þar? Jú, auðvitað byrjum við ábyrgð. Hægri mönnum hinum einn og miðjum fólki. En þetta er auðvitað bara, hún verður að svara fyrir þetta. Mér finnst hún ekki að gera það vel. Og ég meina við erum bara með graf sem að sýnir að þetta er allt að rjúka upp og þau eru ekki að gera neitt. Magna, þú ert nú kannski fulltrúi ungu kynslóðarinnar inn í borgarkerfinu. Fólk er með verðtryggð lán flest hvert sem er að koma inn á fasteignamarkaðinn. Akkurat, og ég líka. Já, og forsætisráðherrann talar það eins og jákvæðan hlut að eignaverð sé að lækka núna sem að hljóta að vera slæm tíðindi fyrir fólk sem er mikið veðsett eins og ungt fólk almennt séð. Þetta er ekki björgulegt. Nei, þetta er ekki björgulegt og ég held að þessi nýja verðbólgumæling gefi þetta kynna að þessi stefna, þetta plan ríkisstjórnarinnar fær fallengun, algjörlega. Þau voru kosin inn vegna þess að þau ætla að ná tökum og vöxtum og verðbólgu, voru með sleggjuna á lofti og ætluðu að koma hingað og ég hafði bara mikla trú á því að þetta fólk myndi gera það vegna þess að ég trúi bara almennt því að fólk vilji gera vel því samfélaginu sínu. En svo kemur þessar mælingar
og það sést bara einmitt eins og Líf segir á grafi að það fer niður lækkandi, svo koma kosningar og það heldur áfram lækkandi af því að það var fjárhagsáætlun síðasta ríkisstjórnar, leið og kemur ný fjárhagsáætlun þessar ríkisstjórnar þá fer þetta upp og er komið í 5,2, 5,4%. 5,2%, já. Akkurat og á sama tíma erum við sjá að Seðlabankinn breytir auðvitað ekki sínum stýrivöxtum sem er eðlilegt að því að verðbólgumarkmið er ennþá 2,5%. Hérna miðst ríkisstjórnin setja Seðlabankanum í erfiða stöðu að vera, þeir eru náttúrulega að reyna að halda einhverja skikja á hagkerfinu en ríkisstjórnin fer í útgjaldaaukningu og við sjáum 10% útgjaldaaukningu frá síðasta ári miðað við þá aðhaldskröfunum 1,5% og svo 9% aukninga útgjöldum. Það náttúrulega hefur það beint í för með sér að það mun hafa áhrif á verðbólguna. Þú lækkar ekki verðbólgu jafn hratt þegar ríkisstjórnin fer í útgjaldaaukningu. Og þarna finnst mér ríkisstjórnin hefði átt að stíga fast inn og fara í aðhaldsaðgerðir, sýna það með skýrum skilaboðum að þau ætla að styðja við verðbólgumarkmiðið og styðja við Seðlabankann í þessu verkefni. En það sem ríkisstjórnin gerir er að setja heimilin í landinu í erfiða stöðu og mér fannst, ég horfði á Silfrið þar sem að Kristrún var í og mér fannst hún svara þessu frekar illa. Hún segir að þeir séu á réttri leið og ég skil ekki hvað rétta leið það er og svo segir hún að þetta sé vont að við séum í þessu stöðu en fólk þurfi bara að þola það. En ég hugsa bara, þetta minnir mig á svör Bandaríkjaforseta þegar hann situr á tolla og segir bara, fólk það bara að þola þessu tolla í smá tíma, þetta mun verða betra í framtíðinni, Bandaríkin verða aftur frábær. Það er tilfinningin sem ég fæ. Og svo segir hún í viðtalinu að hún getur ekki svara fyrir öll heimil í landinu. Gott og vel, hún getur ekki svara fyrir öll heimil í landinu, en hún á að geta setja sig í þeirra spor. Og ég sé ekki hvernig hún er að setja sig í þeirra spor með þessum aðgerðum sem eru útgjaldaaukandi, eru ekki að ná niður vöxtum og verðbólgu. Þetta er bara stór áfellisdómur á ríkisstjórnina og þeirra stefnu. Það er algjörlega óboðlegt fyrir ungt fólk eins og segir þessa staða og ofan á það segir ríkisstjórnin núna að þau ætla að fara að takmarka verðtryggð lán. Gott og vel, við getum verið á móti verðtryggðu lánum, þau hafa ekkert endilega reynst alltaf góð. En það eru samt þau lán sem gera ungu fólki kleift að komast inn á húsnæðismarkað. Þau hafa í sögulegu samhengi reynst betur heldur en óverðtryggðu lánum? Já, og akkurat núna þegar við erum í hái vaxtastigi þá er það kannski eina leiðin fyrir ungt fólk til að komast inn á markaðinn. Og ég meina ég sjálf tek blandalán þegar ég kaupi fasteigna því að hitt hefur bara verið þannig afborgaranir og mér fólk í kringum mig sem er ungt fólk, það er að taka verðtryggð lán eða eitthvað svona blöndu lán af því að óverðtryggðu lánin eru bara of dýr mánaðarlega. En núna segir ríkisstjórnin að þau ætla að fara að krefja fólk að borga meira inn á höfuðstólinn og fasa þetta út á sama tíma við erum í háa vaxtastigi. Það sem ég hef þá áhyggjur af er að ríkisstjórnin er raunverulega að segja við ætlum annarkvort að koma inn með eitthvað ríkisleið eins og hlutdeildarlánum sem bara gott og vel, flott verkefni en það er ekki sjálfbært að setja alla inn í það kerfi. Finnst þér það frábær hugmynd að ríkið sé farið að blanda sig meira og meira inn í lánamál almennings? En svo ætla ég að segja, eða að festa fólk á leigumarkaði. Það er það sem ég hef áhyggjur af. Af því það er ekki sjálfbært að allir sem að vilja eignast fasteign þurfa að leita til ríkisins. Það verður að vera einhver úrræði fyrir þau sem þurfa og það verður að vera heilbrigður leigumarkaður en með því að takmarka lánsgetu ungs fólks, með því að takmarka verðtryggð lán, þá erum við að segja við ungt fólk, þið verður bara að vera á leigumarkaði. Þið komist ekki inn. Á sama tíma og flestir vilja eignast fasteign. Þannig að mér finnst þetta stór áfellisdómur á ríkisstjórninni. Metnaðarleysi bara. Líka að segja við þurfum kannski bara að búa við þetta. Venjist, þið verður bara að venjast þessu. Já, það var það sem hún sagði, sko. Þannig að ég tek undir með Magneu, mér finnst hún bara hafa undirbúið sig mjög vel. Enda er hún líka bara ung kona með lán, eins og við örugglega flest. Fólk hefur áhrif á áhyggjur af þessu. Hækkandi gjaldskrár. Mjög víða í kerfinu. Fleiri skattar. Meðal annars hjá ríkisfyrirtækjum og opinberum stofnunum, Veitur sem eru í eigu borgarinnar hafa aldeilis hækkað gjaldskrár sína, við gerum það núna í desember og það er hluti af þessu verðbólguskoti sem við erum að verða fyrir núna. Það er aldrei skemmtilegt. Nei, en Veitur hafa auðvitað ekki hækkað í mörg ár. Það breytir engu það að þegar þeir taka þess ákvörðun þá er þetta verðbólguskot og þeir segja að þetta sé aðláta fjárfestingum en þið að vera að pumpa peningum út úr orkuveitunni til þess að rétta við rekstur borgarinnar.
Já, en það er bara að skoða það þá í næstu fjárhagsáætlunargerð. Hvernig hægt að feta þessa slóð. Það er komið inn í verðbólguna. Já. Það er líka bara eins og Veitur og Orkuveitan hafa glemt hverjir eiga Orkuveituna og Veitur. Það er almenningur og þegar þú ræðist í svona stórar hækkanir á fólk að þá er þetta eitthvað sem þarf að ræða meðal eigenda. Það eru þetta gríðarlega fjárfestingar í framtíðinni upp á mörg hundruð milljarða. En er rétt að hækka gjaldskrá á fólk núna sem að hvetur undir aukna verðbólgu? Nei, einhvern veginn þarf að fjármagna það. Verður það gert með lánum? Nei, en þetta þegar við að taka milljarða ofan út úr Veitum í arðgreiðslur. Veitur greiða ekki arð til borgarinnar, svo það sé sagt. Veitur greiða arð til móðurfélagsins, sem er Orkuveitan. Og Orkuveitan þarf síðan að borga ykkur arð. Já, en það er síðan, svo er líka annað verkefni. Það þarf að endurskoða eigendastefnu Orkuveitunar. Hvernig Orkuveitan, hvers konar félag á Orkuveitan að vera í framtíðinni. Sú vinna stendur yfir og Veitur. En á síðustu árum hafið þið pumpað peningum út úr Orkuveitunni sem að sækja peninga í arðgreiðslur til Veitna. Og núna eru Veitur búin að valda höggi á verðbólguna og stöð almennings í landinu. Þið berið ábyrgð á því. Arðgreiðslur til Reykjavíkurborgar hafa ekki áhrif á það að Veitur hækki gjaldskrár, svo það sé sagt. Að sjálfsögðu, ekki tala svona til En ef við horfum bara niðurstöðuna ekki Magni að Líf. Líf, nei, maður ruglaði þetta. Já, við erum hérna Magni og Líf. Ef að borgin eða Orkuveitan er að pumpa peningum út úr Veitum í form arðgreiðslna, þá hafa gjaldskrárhækkanir Veitna eru auðvitað í samhengi við það. Sko. Það sér það hver einasti maður, hversu blindur sem hann er á fjármál. Það er ekki ástæðan fyrir þessum gjaldskrárhækkunum Veitna. En niðurstaðan fyrir borgarbúa er samt svo að borgarbúar er að borga meira hver mánaðamót, bæði í kostnaði til Veitna og í fasteignagjöldum. Af því að núverandi meirihluti var ekki tilbúin að lækka álagningarhlutfall. Já, en það er líka bara... Og ofan að það er fólk að borga hærra lánum sínum út að háum stýrivöxtum. Þannig að það er mjög þungt bæði hvað varðar gjöld til borgarinnar og svo lánveitenda og þetta er mjög þungur róður fyrir heimilin. Og það er alvarleiki málsins. Og ég er bara algjörlega sammála því. Og þarna hefði í raun og veru verið mjög gott ef að Veitur hefði hækkað gjaldskrár, haldið af sér. Það sé sagt. Og svo það þarf að vera skynsamlegt. Þegar þið kláruðu fjárhagsáætlunina núna í lok síðasta árs, fyrir árið 2020. Þá lágu þessar gjaldskrárhækkanir ekki fyrir frá Veitu. Og hvað gerðu þið til þess að létta undir með heimilunum sem voru farin að finna fyrir að róðurinn væri þyngri? Það sem við getum auðvitað gert er að stilla gjaldskrám í hóf bara og hafa og jafnvel lækka þær. Við getum haft áhrif á verðbólguna þannig með því að lækka gjaldskrár. Auðvitað liggur beinast við að þá skoða til dæmis eins og fasteignagjöld. Það var ekki meirihluti fyrir því að lækka fasteignagjöld eða álagningu á íbúðar og húsnæði. Mér finnst það að þurfa að skoðast í einhverju samhengi. Bæjarfélögin í kring hafa gert það, Ásdís Kristjánsdóttir að koma hér á eftir, hún lækkaði... Hvað, 0,03%? Þeir lækkuðu þetta á milli ára, ásamt fleiri sveitarfélögum, en borgin ákvað gerði það ekki. En auðvitað þarf að fara í einhverju heildstæðar aðgerðir þá, hætta með verkefni, ef að þú ætlar að fara síðan að lækka skatta. Ég er auðvitað ekki í pólitík til þess að hækka skatta og ég er heldur ekki í pólitík til þess að hafa mjög háar gjaldskrár. En einhvern veginn þurfum við að geta sinnt þessari þjónustu og þá er það pólitík hvernig við gerum það. Það þarf að gera er að fara í endurskoðun á borgarkerfinu og taka út verkefni sem eru óþörf eða endurskipuleggja, fara betur með fé. Það þarf ekki endilega að hætta með verkefni þó fyrir betur með fé. Við munum fá betra tækifæri. Það er pólitík. Það er auðvitað pólitík. Þegar líður aðeins inn á vorið til þess að ræða efnislega reksturinn á borginni. Þannig að við skulum fella þetta tal í bili. Aðrar fréttir vikuna sem að mér náttúrulega ræða bárust þessi tíðindi frá Bakkakoti á Suðurlandi þar sem að talaður illa meðferð á ungum mönnum sem voru settir í vist þar vegna erfiðra heimilisaðstæðna. Hvað ætli valdi því að svona mál séu endurtekið að koma hér upp allt frá Breiðavíkurmálum og vöggustofumálum og öðru slíku? Af hverju hefur okkur tekið svona illa að halda utan börnin okkur og ekki síst börnin sem að mest þurftu á stuðningi og öruggu umhverfi að halda? Við erum auðvitað bara með frekar brotið kerfi og faðir minn, hann dvaldi á Breiðavík. Þetta er ekki kerfi sem þetta er fólk sem, það eru einstaklingar sem eru að skaða þessi börn, ekki kerfið.
Ég algjörlega, það var ekkert eftirlit eins og kom fram. Nei, og það eitthvað sem að þarf að vera... Það var eftirlit til staðar en þeir sem átt að sinna því sinntu því ekki. Já. Kerfið var til staðar en það bara fólkin í kerfinu sem að kemst upp með það að sinna ekki vinnu sinni. Þetta eru auðvitað bara hræðilegar lýsingar sem þarna er lýst í þessum kveikstætti og fjölmiðla umfjöllun þetta mál. Og ég veit að situr það þungt í manni og okkur öllum sem hefur séð þetta mál og fylgst með því og þetta er auðvitað eitthvað sem á ekki að gerast, börn eiga aldrei að vera í þessum aðstæðum og þá er það okkar sem erum í pólitíkinni að greina þetta og af hverju gerist þetta og svo farið við verklag í dag og ég hef óskað eftir því að fá upplýsingar hvernig eftirlitið með vistun barna er í dag vegna þess að mér finnst mjög mikilvægt að við séum að tryggja að svona gerist ekki eða allavega að minnka líkurnar á því með því að hafa gott eftirlit. Og nú hefur við heyrt ábendingar frá fósturforeldrum að eftirliti mætti vera betra og auðvitað tekið það til mín og ég held að Líf gerir það líka að þetta er eitthvað sem við tökum alvarlega, börn eiga aldrei að vera sett í aðstæður, sérstaklega af barnaverndaryfirlitum sem ótryggar. En ramminn utan eftirlit er til staðar. Og ef eftirlitið er ekki nægilega gott, að þá ábyrgð þeirra sem verkefnið er falið. Erum við ekki allt of oft að horfa upp á það að fólk í opinberum embættum eða störfum hefur eitthvað verkefni með höndum, sinnir þeim ekki, getur ekki sinnt, hefur ekki burði til þess og það hefur ekki afleiðingar. Ég held við verðum að spyrja okkur að því hvernig getum við komið veg fyrir að svona gerist. Hvernig getum við vernda börn betur. Það er ástæða fyrir því að börn eru send á fósturheimili og við þurfum að tryggja það að það fósturheimili sem að tekur við börnum þá hafi burði til þess að sinna þeim og gefa þeim það sem þau þurfa. Og þá þurfum við auðvitað stoðkerfi sem virkar og það er ekki bara einhver einn og undir einhverjum einum komið að taka utanum börn í viðkvæmri stöðu og það þarf að vera alveg skýrt hversi krafist bæði af fósturforeldrum en líka þá af þeim sem að taka þá ákvörðun að fjarlægja börn af heimilum og senda þau eitthvað annað. Og svo er líka bara, þetta er bara grundvallar spurning í okkar samfélagi, hvernig getum við passað börnin okkar þannig að þau hafi tækifæri og geti dafnað og vaxið og sótt sér menntun og verið bara heilir einstaklingar í þessu samfélagi sem við búum. Þetta er bara að koma svo víða fram. Það er ekki langt síðan að koma upp mjög alvarlegt barnaníðsmál á leikskóla í Reykjavík. Eitt skelfilegasta mál sem að maður hefur heyrt af á síðustu árum. Það kemur í ljós að starfsmaðurinn sem í hlut átti var undir sérstöku eftirliti. Það var í einhver tíma búið að tryggja það, eða átt að reyna að tryggja það að hann væri ekki einn í kringum börnin. Hvaða stjórnendur innan kerfisins leyfa manni að valsa leikskóla sem þeir treyst ekki í kringum börnin. Þetta er ekki kerfið sem bregst. Þarna eru forstuðumenn. Fólk að háum launum frá almenningi í landinu sem bara bregst okkar minnstu borgurum. Svarið er alltaf hjá forsætisráðherranum og ykkur. Já, kerfið brást. Fólk bregst. Þetta er fólkið sem að treysti fyrir störfum og hvaða afleiðingar hefur það? Er þessi leikskólastjóri enn að störfum? En hver á að kalla fólk til ábyrgðar eins og í þessu tilfelli þar sem að voru margir ef ég bregst hér í mínu starfi þá kemur bara forstjóri fyrirtækis og rekur mig. Já. Að sjálfsögðu. En það hefur ekki enn gerst. Nei, og mun ekki gerast. Allt óbrigðugt hér. En bara svo ég segi það er kerfisbundið ofbeldi þarna í Bakkakoti og það eru margir drengir sem segja sögur af ofbeldi, kynferðislegri misbeitingu. Og þá spyr maður sig, af hverju er börnum ekki trúað? Af hverju er ekki fullari fólk sem á að passa börn? Að sinna þá þessum viðkvæmu strákum. Þarna eru einstaklingar. Og þá segi ég, og þeir eru bara sendir í sveit og það er engar eftirlitsferðir. Og þá og þetta er mjög nálægt okkur í tíma. Og ég meina eins og í tilfelli Breiðavíkudrengjana, þeir eru bara sendur vestur í bara mjög afskekkt samfélag. Já. Og það kom aldrei eftirlitsmaður, það kannski einu sinni og 2 ára fresti eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þú veist, jú, við berum ábyrgð á þessum börnum, sérstaklega við erum að reyna að búa til eitthvað kerfi. Við gerum það með því að
búið til leikskóla og grunnskóla og félagsþjónustu og eitthvað velferðarkerfi sem á að grípa börn í viðkvæmri stöðu. Þá verður fólk líka að sæta ábyrgð. Og þá verður, akkurat, og það er eitthvað sem að kemur þá til skoðunar. Og mér finnst bara mjög fínt að Magni hafa kallið eftir því hvort að reykvísk börn hafa verið send þarna í Bakkakot. En ég hugsa að það er eftir að koma fleiri svona mál. Og ég held að við þurfum að axla ábyrgð á því. Og þessi mál sem að koma upp, það líka vekur spurningur hvort við eigum ekki bara að skoða þessa vistun barna bara í gegnum tíman. Og þetta kannski það mjög stórt verkefni. Það er verið að gera þetta með ýmsum hætti. Já, með ýmsum hætti. En ég held að við þurfum kannski bara að fara yfir þetta svona kerfisbundið. Já, vöggustofumálin voru skoðuð, Breiðavíkurmálin hafa verið gerð. En það gerist alltaf þegar það kemur upp eitthvað í fjölmiðlum. Af hverju erum við ekki að taka frumkvæðisskoðun á því? Bara hvernig hefur vistun barna verið háttað? Í staðan fyrir því að það komi einstaklingar sem verða fyrir hræðilegu ofbeldi þurfa að stíga fram opinberlega og lýsa því og þá bregst kerfið við. Af hverju erum við ekki að taka frumkvæðisathugun á því? Og þá þarf náttúrulega líka að gera það í samtali við ríkið af því að ríkið var líka vista börn, þetta er ekki bara sveitarfélögin. En sko opinber stjórnvöld verða líka að taka frumkvæði í þessu máli og fara inn og skoða hvort það hafi verið eitthvað að kerfinu sem það greinilega var. Eftirlit hafi mjög ábótavant. Aðferðirnar voru ekki góðar eins og við sjáum í vöggustofumálinu. Þarna þurfa opinber stjórnvöld að stíga inn og fara yfir kerfin og svo einmitt tryggja fjármagnið. Af því að ef það er þannig að það er starfsmenn barnaverndar eða Barnaverndarstofu geta ekki sinnt eftirliti, þá þarf að tryggja það sé mannað þannig að þau geti það. Það er að tryggja fjármagn. Og við vitum það að þetta vandir sér ekki fjármagnið í sambandi. En þjónustuþungi barnaverndar hefur til dæmis aukist. Og það er fjölgun tilkynninga, það er erfiðri mál, það er þörf á auknum mannafla þangað inn. Fjölþættari vandi. Við vorum bara að ræða það í velferðarráði núna í vikunni, að það er þörf á og það er eitthvað sem að ég vil allavega setja í forgang, fjármagn þarna inn. Þetta er ekki staðurinn sem þú hagræðir. Nei. Þetta er staðurinn sem, og líka þegar börnum fjölgar, við erum að fjölga sem þjóð. Þetta snýst viðhorf fólksins sem að sinnir þessum verkefnum. Alveg eins og við fáum reglulega fréttir af því hvernig heilbrigðiseftirlitið borgarinnar háttað og hvernig viðhorfið er til. Og við erum að trúa börnum þegar þau koma og stíga fram. Gert í barnaverndinni sko. Við getum ekki verið að taka eitthvað einstaka fólk og segja að það hafi ekki rétt viðhorf til sín starfs, bara alls ekki. Bara þegar dæmin blasa við eins og þessum leikskóla þar sem einhver einstaklingur var að vaða uppi sem að menn höfðu áhyggjur af. Já, það er samt annan, það er auðvitað hræðilegt mál, en það er auðvitað líka barnaverndarmál. En ég ætla líka að segja, og mér langar að nefna það, að við þurfum líka að vera reiðubúin til þess að þegar svona mál koma upp, þá þurfum við líka að vera reiðubúin til þess að bæta fyrir það. Og mér finnst að við þurfum að klára þessi lög frá Alþingi, varðandi sanngirnisbætunar. Katrín Jakobsdóttir reyndi nú að halda því á lofti, það fór ekki í gegn, af því að það var bara, já, hún var ekki kannski með flokkum sem að vildu samþykkja þessi lög. En það þarf að klára þetta og þessar bætur verða að skipta máli, ekki bara einhverju 100.000 kallar. Já, þær eru nú að gera það þá í dómskerfinu líka, því að það er annað fólk sem verður fyrir misneytingu og annað fyrir gegnum dómskerfi og fær smánalega bætur, þannig að það verður að vera samhengi. Þetta eru börn sem við berum ábyrgð á, sem eru send af hinu opinbera á fósturheimili sem beitið þau ofbeldi og sinni þeim ekki. Þannig að við þurfum að bæta fyrir það og það á að vera rausnalegt. Talandi og það er líka bara, þetta fer á milli kynslóða. Já, að sjálfsögðu fer þetta á milli kynslóða. Talandi aðra misneytingu, Epstein-skjölin. Ég er nú farin að hafa það fyrir reglu þegar fólk kemur hér í þáttunni. Ég fætti upp í skjölunum sko, bara til að kanna hvort að menn séu nokkuð í þeim. Ég var ekki það. Þið eru ekki þeim skjölum, ekki frekar en ég. Ekki ennþá allan. Nú er Donald Tusk, leiðtogi Póllands, hann er að halda því fram að þeir eru að opna rannsókn það hvort að þetta sé leyniþjónusta Rússland sem hafi staðið að bak við þetta allt til þess að safna gögnum og myndum af mönnum og til að fella þjóðhöfðingja, prinsa og aðra. Ég segi bara, the plot thickens. Já. Men ef það er raunin þá er það mjög alvarlegt. En þetta er svo yfirgengilegt net og þetta er svo óhugulegt mál í svo margar staði, það er svo margir heimsteldir menn sem blandast inn í þetta maður. Og komið inn í innsta búr konungsfjölskyldna og leiðtoga. Norska konungsfjölskyldan sem var alltaf bara á skíðum og hún er farin að blandast inn í þetta. Og kaffistofu landsins loga út af norsku konungsfjölskyldunum, maður heyrir ekki annað en allir sé að ræða þetta mál bæði
hvað varðar Marius sem sonur Mette Marit sem eiginkona krónprinsins eða krónprinsessa Noregs. Ráðherrar. Gætur drottning og svo líka verið að ræða það að hún hefði átt samskipti við Epstein þar sem í lengri tíma. Já, og jafnvel eftir að kom upp að hann var búinn að játa það að stunda þessa hræðilegu... Að vera barnaníðingur. Já, svo þessi orð eins og það er. Akkurat. Og heldur þeim samskiptum áfram og jafnvel að hvetja til framhjáhalds og ýmsa hluta sem að náttúrulega sæmir engum og hvað þá krónprinsessu. Þannig að þetta er mjög alvarlegt og ég skil vel að fólk hafi áhuga á þessu. Þetta er náttúrulega risa nexist mál. Ef að bandaríska leyniþjónustan... Af því að nú ert þú að segja mér fréttir með Rússland. Já, ef að rússneska leyniþjónustan er bak við þetta. Ég meina, þá vaknar líka spurningar um stöðu Donalds Trump gagnvart Putin og því fólki öll. Og þetta þessi þræðir geta legið miklu víðar. Bill Clinton og Hillary í stórkostlegum vandræðum. Það hlýtur eitthvað að riða til falls, hugsa maður. Og alltaf þegar maður hélt að það gæti ekki orðið verra, þá verður það bara verra. Já, það kemur meira og meira í ljós. Já, þannig að... Kári Stefánsson, nafn hans kemur fyrir þessu skjölum, Morgunblaðinu varð á að benda á það sem er bara staðreynd. Þannig fyrirtækjaeigandi og Decode eða eitthvað svona, sumt er alveg saklaust. Ólafur Ragnar og Dorrit eru nefnd í þessum skjölum, það er verið að tala málsmetandi fólk allan heim í þessum skjölum, verið að reyna að klukka fólk og ná fólki einhvern veginn borð í þessa vítisvél. Og bara hvað gekk fólki til, hugsa maður? Hvað, þú veist, drífur þetta áfram? Hvað liggur undir? Nú kemur þú þarna með Rússland, þetta sé kannski eitthvað KGB, Epstein fekk sendar einhverja rússneska konur og eitthvað svona. Þannig að ég bíð spennt eftir næsta kafla, sko. En þetta er náttúrulega óhugnalegt vegna þess að þær stíga fram stúlkur, ungar stúlkur og segja frá þessu ofbeldi og þeim er ekki trúað. Og þetta er svo klassískt. Og svo er kona í fangelsi og gerandinn er dauður. Já, það var reyndar í fangelsi líka. Já, en það þarf eitthvað réttlæti að ná fram að ganga í þessu máli, held ég. Spurningi líka hversu útbreitt þetta er og hvort þetta sé einstæmi. Ég held þetta sé miklu stærri en okkur grunnar. Alheimssamsæri. Við erum kannski bara að fá eitthvað svona toppun á ísbjörginu fram. Talandi samsæri, leikskólakennarar í Reykjavík hafa snúið baki við meirihlutanum í borginni. Þeir eru algjörlega snældu vitlausir. Já, ég skil það vel. Hvernig þið hafið haldið á málum leikskólana? Ég skil það mjög vel. Þú berð ábyrgð á þessu? Já, ég ger það. Og hvernig ætlar að axla ábyrgð á þessu? Ég ætla að gera það. Ætlar að segja af þér? Nei, ég ætla ekki að segja af mér. Nei, ég ætla að bregðast við. Þannig sýnum maður ábyrgð. Þau segist vera búin að kalla eftir, við erum ekki leikskólastjórar, við erum krísustjórar, það er allt í klessu. Það er algjörlega hárrétt hjá þeim. Við sjáum að það er... Gólfið er langþreytt og þetta er bara... Fjöldaflótti úr stéttinni í Reykjavík yfir til Kópavogs. Yfir annarra sveitarfélaga, já, ekki bara Kópavogs. Nei, en ég sé að leikskólakennara tjá sig sérstaklega um það. Hvað er í gangi? Nú erum við að fara að kynna tillögur. Ég verð að fá að nefna að borgarstjórinn fráfarandi, Heiðbjörg Hilmisdóttir, þegar bent á það að leikskólamaður séu ólestir og séu, neina, þetta er allt í lukkuna velstandi. Við vorum eins og opna svansvottaðan leikskóla. Og ég segi, ég held að leikskólakennurunum og foreldrunum og jafnvel börnunum líka sé algjörlega saman það hvort að þessi skóla séu svansvottaðir eða ekki. Er það ekki rétt? Já, jú, eflaust margir. Ég ætla ekki að tala hérna fyrir hönd foreldra en auðvitað viljum við hérna búa börnunum okkar heilnæmt og gott húsnæði. Þar sem að þau fá nám við hæfi og ef við erum ekki að veita það, þá þurfum við að bregðast við og við erum að fara að kynna þá tillögur að því núna í næstu viku. Þannig að nú ætlum við að klára þetta. Ég er að fara á fund á eftir og klára þessa tillögur. En þið hafið tiltölulega nýlega kynnt því svokallaða Reykjavík og mótur og sagt að þetta myndi allt leikskólaleiðin. Og það kom hérna fram gagnrýni á hana og megn óánægja, meðal annars með miklar hækkanir á tiltekna hópa. 170% hækkun og þá hérna og þess vegna settum við þetta í samráð. Ólíkt öllum öðrum sveitarfélögum sem hafa bara farið í þessa aðgerðir án þess að vera í samtali við foreldra til dæmis eða leikskólasamfélagið. Það gerðum við ekki og við þurftum að vinna vel úr þessu samráði. Við fórum með þetta síðan í svona jafnréttismat, hvernig tillögurnar hafa þá áhrif á tiltekna hópa. Tekjulága, einstæða, fólk með lítið bakland og svo framvegis. Þið gerðu þessar breytingar í fyrra? Já, nei, við gerðum engar breytingar. Það er ekki búið að gera neina breytingar. Og leikskólakennarar... Nei, engar breytingar. Hefur það ekki verið gert í gegn? Nei. En fólk hefur kvartað undan þessum hækkunum? Já, það var í samráðinu. Það voru fyrrverandi tillögur. En núna erum við að fara að kynna aðra tillögur sem vonandi
falla betur En af öllum. þegar þið leggið fram tillögurnar, ekki búið að skoða þetta út frá þessum tilteknu hópum? Ég hef séð mitt einstæða mæður koma með þessu útreikninga og maður bara trúði ekki. Það er ekki staðan í dag og það er meðal annars það sem að kom fram og það er meðal annars það sem að við þurftum að sníða af þeim vankanti. Þannig að núna erum við að fara að kynna nýja tillögur og þær tillögur taka þá gildi og við erum að fara að ræða það í hópnu núna, einhvers konar tímalínu á innleiðingunni. Mun það friða kennarana og stoppa í þennan fjöldaflótta? Ég held það, já, en við þurfum líka að bara leyfa þeim að hafa sinn gang og svo kannski endurmeta stöðun eftir ár. Hvernig líst þér á þetta? Ég hef nú ekki séð þessar nýju tillögur. Árelía er mjög glöð með þér. Já, það er ágætt. Ég býr bara spennt eftir að sjá þar, en mér leist ekki vel á þar tillögur sem lagðar fram síðast, sem að gera ráð fyrir 170% hækkun á einstæða foreldra með meðaltekjur og líka miklar hækkur á sambúðarfólk. Það tel ég ekki vera leiðin til þess að leysa vanda leikskólakerfisins. Algjörlega sammála. Allt í lagi að vera með hvata til þess að minnka vistunartíma ef að fjölskyldur geta það. En þá ekki að refsa foreldrum fyrir það að þurfa að vinna eftir 2 á föstudögum eða vinna milli jól og nýjárs. Við verðum að tryggja það að all sem þurfa að setja börnin sín og við viljum öll börn sér á leikskóla geti það. Það á ekki að vera einhver stéttaskiptingu því og þegar þú setur upp þegar þau settu upp einhver viðmið varðandi tekjur og gjöldin miðað við tekjur full einstaklinga, þá voru hæsta þrepið var undir meðallaunum í landinu sem þýðir það að allir, bara allt fólk hækkar eiginlega allir meira þess að lágtekjuhóparnir að hækka sín gjöld og það taldi ég ekki vera rétt en ég held að auðvitað er það núna, ég skil leikskólastjórnendur mjög vel. Þegar það er búið að vera viðverandi mannekla, þá reynir á kerfið. Og líka foreldra þegar börn eru send heim. Já, og það er ekki gott. Allt kerfið og þá er ég að tala bara börnin og foreldra. En ég held við ætlum að hætta að tala þessar tillögur vegna þess að þær eru ekki á borðinu lengur. Nei, og það er jákvæmt að heyra. Ég held að þær hefði verið innleiddar, þannig að það er mikill misskilningur í kerfinu. En Kópavogsmódelið sem ég vísaði í, það hefur verið að reynast við. Þau hafa getað fjölgað rýmum, það hafa ekki fallið niður þessir dagar hjá mörgum. Engi lókundagar, bara vel gert. En þau líka fóru í það að skoða viðmið. Þau fóru samt í það að þau voru ekki með svona lág viðmið varðandi tekjur eins og upphaflegu tillögurnar voru. Og það er það sem að kannski helsta gagnrýni við þessar tillögur, að það var svo gigantískar gjaldskrárhækkanir. Voru ekki eiginlega bara á tiltekna hópa, já. Voru ekki eiginlega bara öryrkjarnir sem áttu að sleppa við þessar breytingar í síðustu tillögum? Ég held að það hafi verið þannig hjá ykkur Nei, það var engin sérstakur hópur. Við vorum með tekjuviðmið. Já, sem var mjög lágt. Já, sem var alltaf lágt. Og ég vissi það alveg og ég vildi hækka það en hópurinn vildi fara út með þessar tillögur þannig og við gerðum það, fórum í samráð og nú getum við hægt að tala gömlu tillögunar vegna þess að koma nýja tillögur. Hlökkum til að sjá þær. En ég ætlum að segja að stóra verkefni er samt að tryggja það að við séum með velmannaða leikskóla. Og það er ekki ein lausn sem er í þeim öfnum. Auðvitað þarf að fara yfir starfsaðstöðurnar sem þessi hópur er að gera og ég býð spennt eftir því hvort það komi tillögur hljóðvist eða hvað annað. En það þarf líka að eiga samtal við ríkið að fjölga leikskóla starfsfólki, eiga samtal við háskólana og framhaldsskólana sem að kenna leikskóla liða og kennslufræði það hvernig við getum komið kannski nemendur í hlutastörf, hvernig við getum fjölga kennurum til langs tíma. Ef að kerfið á að vera sjálfbært, þá er það stóra verkefnið að fá inn fleiri fólk inn í kerfið. Starfsaðstöðurnar þurfa auðvitað að vera góðar til þess. Þannig að ég býð spennt eftir þessum tillögum. Aftur að hrárri pólitík. Já. Það er verið að fara að kjósa nýja formann Framsóknarflokksins núna miðamánuðinn. Hver verður næsti formaður Framsóknarflokksins? Ég veit það ekki. Hver vonar að verði næsti formaður Framsóknarflokksins? Ég held að kannski fæst orðbera minnsta ábyrgð í þessu efnum, en ég ætla að vona að vera góður formaður sem að leiðir Framsóknarflokkinn inn í næsta áratug. Þú gefur ekki upp hvora þú styður Ingibjörgu eða Lilju Alfreðsdóttur? Ég held að fólki kringum mig viti það nú flest. Er þetta svona fylkingar? Við viljum að fólkið sem að hlustar á spursmál viti það líka. Ég held að þetta sé nú kannski ekki djúpar fylkingar og þarna eru 2 öflugir frambjóðendur og ég man eftir að ég var hérna fyrir ári síðan þegar vorum að ræða formannsframboði í Sjálfstæðisflokknum og þá ræddi ég það að það voru 2 konur í framboði sem var mjög ánægilegt að Sjálfstæðisflokkurinn var að kjósa fyrsta kvenkynsformanninn og nú er Framsóknarflokkurinn í þeirri stöðu. Já. Mér finnst það ekki skipta neinu máli á hvaða kyni formaðurinn en þetta er samt einhver tímamót í sögu flokksins. Má ég segja hvað ég held? Já, en býtu aðeins, þú styður Lilju þá?
Ég og Lilja hefum unnið vel saman og ég minnst ég hana áfram til góða verka. Já, ok. Þetta var nóg fyrir mig. Segð þú núna, Líf, hvað þú telur? Ég hefði viljað sjá Willum. Já. Með bara eitthvað allt annað. Ég get ekki betur heyrt á Lilju og Ingibjörgu Ísaksson að þær hafi viljað það líka, en svo þegar hann gaf aðsvar það, þá hafi það stokkið. Hann auðvitað í frábæru starfi. Þetta er flottir kandidatar og bara frábært að Framsókn eigi þetta mannval. Já. Og við fáum að velja öflugan formann, saman hvert það verður. Ég og auðvitað munum við við fylgjast á bakvið þann formann sem verður valinn að lokum. Já. Og ég bara verð að segja að það er bara mjög ánægilegt að við séum að fara loksins í þessa vegferð að velja formann og hérna mæta saman og að tryggja það að nýr formar eigi þá sterkt umboð. Er það ekki fyrsta sinn sem að kona þá verður valin fyrir Framsókn? Ég var að segja það. Já, akkurat. En Valgerður Sverrisdóttir hefur semst verið gegndi hlutverk sem varaformaður. Í 110 ára sögu flokksins, hann er 110 ára í ár. Á þessu ári. Það er líka verið að fara að velja nýja formann í Vinstri grænu. Svandís Svavarsdóttir hefur fyrir margt löngu tilkynnt að hún nenni þessu ekki lengur og skyldi nú engan undra það með hvernig gengi flokksins er. Hver verður næsti formaður Vinstri græna? Er þetta 7. mars sem þið kjósið hann? Já, nú get ég sagt brandar en ég ætla ekki að gera það. Ég sagði brandarinn áðan. En Verður þú ekki bara næsti formaður VFG? Verð ég næsti formaður VFG? Nei, ég hef ekki hyggja að bjóða mig fram í það. Þú ætlar ekki að bjóða Stefán Pálsson ætlar ekki að bjóða sig fram? Já. Enginn ætlar að bjóða sig fram? Kannski við Stebbi tökum þetta bara. Þurfum við að gera svo samgengin í Reykjavík og þurfum við að leita út fyrir flokkin? Það verður 2 saman sem formenn. Þurfum við að finna einhvern úr Sjálfstæðisflokknum til þess að leiða flokkin? Nei, ég er ekki komið gott að því. Nei, ég segi svona, öllu gamni slepptu þá held ég að það séu nokkrir að sverma fyrir þessu. Getur þú hent inn einhverju nöfnu fyrir okkur vegna þess að ég er alveg í myrkri? Já, nei, Ég hef heyrt nafn Orra Páls Jóhannssonar nefnt. Já, hann er þið nú flottur. Já. Ég myndi alveg kjósa hann. Ok, fyrst við erum komið með eitt nafn í pottinn, þá þurfum við að bæta við það. Ætlar að draga upp eitthvað annan nafn? Nei, leikurinn gengur út á að við förum á línu. Já, Sigríður Júlía til dæmis fyrir vestan, bæjarstjóri á Ísafirði. Já. Hún ætlar ekki að gefa kostur aftur. Frábær kona. Nei, hún getur samt verið formaður VFG. En hann Finnur líka. Já, Finnur, hann er nú flottur líka, ungur kannski. Var oddviti Reykjavík síðustu kosningu. Já, mér finnst samt að sá sem að taki við þessu kefli þurfi að hafa einhverja pólitíska reynslu. Hafi þá setið í sveitarstjórn eða á þingi. Það er svona kannski kríterið sem að ég myndi vilja. Eða bara fá rekstrar hagfræðing, bara sækja eitthvað úr viðskiptalífinu bara. Eru þeir margir í viðskiptalífinu? Það er ekki mjög margir viðskiptafræðingar eða hagfræðingar meðal okkar, en jú, nokkur. Þetta sé bara umhverfisstofnun og eitthvað þar. Já, við erum öll bara líffræðingar. En þú ert ekki með fleiri nöfn? Ég geti nefnt kannski Rósu Björk. Brynjólfsdóttir? Já. Hún hefur reynslu úr mörgum flokkum? Já, eða 2. Já. En af hverju ferð þú ekki fram? Þú ert valdamesti VFG-liðinn í landinu, oft mynd á þetta. Það er enginn sem heldur stærri pósti fyrir hönd flokksins en þú. Þetta er ekki farið að stíga mig til höfuðs. Nei. Að vera svona atvinnustjórnmálamaður í VFG. Nei. En það hefur enginn komið að máli við mig. Nei. Við erum að gera það núna. Já, þið eru að gera það núna. Takk fyrir það. Ég er bara býð spennt. Rétt í sambandi við það var þetta líka uppákominn daginn þegar þið ákvaða að fara í þetta samkrull með Vor til vinstri eða hvað þetta heiti hjá Sönnu Magdalenu og það var einhver misskilningur milli þín og hennar hvor ykkar ætti að leiða list? Nei, ekki milli mín og hennar, alls ekki. Ég bara taldi að við á félagsfundi hefðum ekki verið að greiða atkvæði það að hún myndi leiða listan. Heldur þetta var komið inn á það hvernig sætaskipanin yrði, hvernig þetta myndi fléttast og þá var það nefnt að Vor til vinstri fengi þá 1. sæti og VFG 2. og 3. og svo einhvern veginn koll að kolli og svo fengjum við 7. sætið. En það á þetta eftir að ganga frá öllum málefnum og vera með eitthvað í hendi og þá kannski, þannig að ég taldi í fjölmiðlum að það var ekki búið að girnegla þetta. En þetta held ég. Jú, ég meina ég er bara flumbra og ég fer bara fram og ég er kannski eins og ég sagði, ég er formalisti og þetta var það sem að félagsfundurinn ákvað, en ekki hitt, þó að það hafi vissulega komið fram á félagsfundinum. En og ég er líka þannig að ég gef ekkert út fyrir að það er í hendi, skiljið. En þú veist þá taka annað sætið þarna? Já, og nú erum við bara að fara í forval í VFG. Já.
þar sem að ég sækist eftir fyrsta sæti, að vera oddviti Vinstri grænna. Sem myndi þó þýða annað sæti í þessu samkurulli? Já, eins og staðan er núna, eins og upplýsingar sem að við höfum fengið líka fyrir. Og ég sátt við það og hef sætt mig við það, annars verð ekki að bjóða mig fram. En ég verð alltaf oddviti Vinstri grænna ef að ég sigra þetta forval. Listi Framsóknar í borginni, Einar Þorsteinsson, leiðir þetta náttúrulega? Já, það liggur fyrir að ég og Einar erum sjálfkjörin í efstu 2 sætin. Það er svo gaman að vera sjálfkjörin. Já, svo nota. En við ákveðum flokkurinn ákveða að kjósa efstu 4 sætin á kjördæmaþingi og kjördæmaþingi er á morgun, þannig að þá kjósum við sæti 3 og 4. Sem verður þá bara spennandi og listin gerir sér ráð fyrir að vera síðar kynntur í heild sinni. Það eru sæti sem skiptu máli í síðustu kosningum en samkvæmt könnunum þá lítur þetta ekki vel út hjá okkur. Nei, kannanir voru svo sem á svipum stað á sama tíma fyrir síðustu kosningar, þannig að við Framsókn þekkjum það að mælast ekkert alltaf vel. En þá komum við með Spútnik mann nánast út úr geiminu, reyndar úr Sjálfstæðisflokknum í Kópavogi, Einar Þorsteinsson. Hann er ekki búinn að vera þar síðan hann var svona 18 ára, en látum það ekki að miklu hluta. En verkefnið er þá bara að sannfæra fólk það að Framsókn sé valmöguleiki í borginni sem er tilbúið að koma inn og halda vel rekstur borgarinnar og vinna þjónustu borgarinnar til framtíðar. Þannig að það er verkefnið okkar að sanna það að við séum fyrir kjósendum, að við séum valmöguleiki fyrir fólk. Og ég held að vika langur tími í pólitík og hvað þá 3 mánuðir, þannig að það er alveg tími til stefnu. Þetta er mjög spennandi. Gaman að fá okkur hér á staðinn. Ég á eftir að tala við ykkur aftur. Já, við erum orðin svona eitthvað tvíeyki. Þið eru tvíeyki, en svo eru þið bara í framboði til sveitarstjórnarkosninga og við á Mogganum og nb1.is, spursmálum og dagmálum, við verðum eins og útspýthundskinn við að ræða við stjórnmálamenn vítt og breitt um landið í aðdraganda kosninga til þess að upplýsa almenning. Við treystum á okkur. Já, við treystum á þig, en þú hefur líka tekið svona samtal við þá sem er að sækjast þetta í fyrsta sæti. Dálítið þannig, já. Já, þannig að við Finnur förum kannski að koma til. Við skulum bara sjá hvernig þetta verður. Gott að leggja inn pöntun. Líf Magnúðardóttir og Magnea Egna. Takk fyrir komuna. Takk hérlega. Við erum hins vegar alls ekki hætt. Hingað kemur einn stjórnmálamaður til viðbótar. Það er Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi og með henni kemur Hermann Guðmundsson, forstjóri í Kemi. Við ætlum að ræða meira á dýptina stöðuna í efnahagsmálunum og þessa ákvörðun Seðlabankans að fresta frekari vaxtalækkunum þar til að tök komast á ölvaða verðbólguna. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Vantar þig bílavarahluti? Á Poulsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum allt land. Poulsen.is. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju. Við þökkum Magneu Gná og Líf Magnúðardóttur fyrir þeirra innlegg hér í borgarmálin og aðrar fréttir vikunar. En hingað eru komnir góði gestir til þess að ræða efnahagsmálin alveg sérstaklega. Það eru þau Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi og hagfræðingur og Hermann Guðmundsson sem stýrir Kemi og hefur komið víða við í íslensku atvinnulífi á síðustu áratugum. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Þið fylgdust vantarlega eins og ég og aðrir andaktu með ákvörðun Seðlabankans á miðvikudagsmorgun. Ásgeir Jónsson tilkynnt þar að peningastefnunefndin hefði ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum og að nefndin hefði öll verið sammála að halda þeim í því horfi 7,25%. Hvað segir þessi ákvörðun og yfirlýsing peningastefnunefndar okkur? Já, í mínum huga er hún bara skýr ábendingu það að ríkisfjármálin og vaxtastefnan haldast ekki í hendur. Og Seðlabankinn er að reyna að standa vaktina. Það er auðvitað, eins og við vitum, hagkerfi ofhitnaði dálítið og það þurfti að slá á það. Kælingin er náttúrulega þegar komið fram og mér finnst þetta að vera bara svona skýr skilaboð frá Seðlabankanum það að ábyrgðin er hjá ríkinu í dag að reyna að slá á þensluna með aðhaldi í útgjöldum og það hefur ekki tekist. Er þetta rétt mat hjá Hermanni?
Já, það vissulega rétt að auðvitað Seðlabankinn á verðbólgumarkmiði, 2,5% verðbólgumarkmiði og honum ber bara að lögum samkvæmt að bregðast við. Verðbólga langt yfir verðbólgumarkmiði. 5,2% núna. 5,2%. En það sem að mér finnst líka kannski áhugavert í þessu að fylgjast með viðbrögðum ríkisstjórnarinnar. Og mér líður svolítið eins og ég sé stödd í einhverju leikriti og handritið bara breytist eftir því hvernig hagtölunar þróast. Nú í desember byrjun fagnaði aldeilis ríkisstjórnin því að verðbólgan var að lækka lítilega og áður en ég vissi af þá var forsætisráðherra og Samfylkingin bara öll komið fram með sleggjuna og fyrirsagnir planið að virka. En í desember núverandi ríkisstjórn enn að vinna samkvæmt fjárlögum síðustu ríkisstjórnar. Fjárlög þessar ríkisstjórnar voru ekki samþykkt fyrir í desember. Og þessi verðbólgumæling sem að birtast núna í janúar verðbólgumæling þessarar ríkisstjórnar á þessum fjárlögum sem ríkisstjórnin var að samþykkja. Og í þessum verðbólgumælingum sem Seðlabankinn sannarlega að bregðast við núna auðvitað bara að verðbólgan að rjúka upp vegna þess að þarna skattahækkanir á heimilin sem að valda þessari verðbólgu. Verðbólguhorfur að versna og Seðlabankinn segir bara, heyrðu, við getum ekkert brugðist við getum ekki haldið áfram að lækka vexti þegar þetta staðan. Nú, svo svolítið áhugavert að fylgjast með viðbrögðum fjármálaráðherra og forsætisráðherra sem einnig auðvitað hagfræðingar eins og við vitum. Það byrjað hér að kenna öðrum að þetta sé olíufélögunum að kenna eða bílasölum. Nú síðast sá ég líka að forsætisráðherra að kenna verðtryggingunum og það að fara að banna núna ákveðnum heimilum að taka verðtryggð lán. En svo breytist allt í einu sagan eða sögurskýringin og þá allt í einu verið að tala heyrðu, planið víst að virka, það bara virkin í framtíðina. Verðbólgan mun lækka, hún mun bara lækka í framtíðinni. Vextur munu lækka, þau munu bara lækka í framtíðinni. Og við ætlum að vera með aðhald í ríkisfjármálunum bara í framtíðinni. Þegar við auðvitað sjáum ekki hvað planið, hvernig ætla þau að bregðast við þessari stöðu vegna þess í núverandi fjárlögum ekki verið að boða annað nema aukin ríkisútgjöld og skattahækkanir á heimili og þessar skattahækkanir sem að gerast núna í janúar auðvitað að valda þessari verðbólgu og að leiða til þess að verðbólguhorfur að versna og þetta ríkisstjórn sem kosin út af þá eitt að þau lofuðu þjóðinni að þau ætla að ná tökum á verðbólgunni og lækka vexti. Tala sleggjuna, núna fókusinn mikið á þessar skattkerfisbreytingar sem að Hagstofan hefur staðfest og Seðlabankinn að veldur verðbólgu skotun núna í janúar þar sem við förum upp í 5,2% langt umfram það sem að menn óttuðust að yrði og miklu hærra heldur en fjármálaráðuneytið fullyrt að yrði en verðbólgu horfurnar versna líka. Það ekki meira tengt því að þau hafa mist tökin á ríkisútgjöldum? Þau hækkar eða auka ríkisútgjöldum 9% milli ára, yfir 140 milljarða og segja, þessi hækkun hefur ekki þau áhrif að það muni hafa áhrif á eða valda óstöðuleiki verðlagi. Mér fannst Seðlabankinn verið nokkuð skýr á vaxtaákvörðunum fundinum og sérstaklega var að Seðlabankastjóri sem að sagði einmitt þessi skattahækkun og þessi hækkun á vörugjöld og heimili að koma versta tíma vegna þess að þetta hefur auðvitað líka áhrif á horfurnar og væntingarnar sem og líka auðvitað alveg rétt eins og þú ert að segja, það ekkert aðhald að sjá í ríkisfjármálunum. Þannig að það auðvitað staðan ekki góð, horfurnar að versna og auðvitað þurfti Seðlabankinn að staldra við og gat ekki lækkað vexti og hefur í raun bara sagt að það bara að vega og meta hvernig staðan í vor og svo auðvitað líka við að sjá það að forsenda ákvæði kjarasamninga í hættu. Við að fara að sjá einhver átök á vinnumarkaði, ég vona svo sannarlega ekki. Það stefnir það ef að verðbólgan fer ekki niður. Já, ég held að ef þú horfir á ríkisfjármálin þá sennilega 100 milljarðar af þessum 140 bara launahækkanir. Og atvinnulífið var að taka á sig allt 3,5% núna áramótin sem ábyggilega svona 150 milljarðar eitthvað svoleiðis með að vera ríki sem 40% af vinnumarkaðnum sem ég held að sé eða hefði opinbera í það heila og það þarf auðvitað að afla fjár fyrir þessu og þetta auðvitað drifkraftur verðbólgunnar. Það þessi gengdalausu launahækkanir og tilraun til að auka kaupmátt í landi sem ekki að vaxa. Ef það engin hagvöxtur núna, þá ekki þetta að borga meira af launum nema bara að hækka verðlag. Og það það sem við erum að gera. Þetta nú ekki flóknara en svona. En það enga líkur á að við náum þessari sátt. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, var hér í
síðustu viku og hún sagði, sveitarfélögin sömdu við kennarana þannig að þeir fengu 2% meira við og ég mun sækja þar hækkanir, ég get ekki annað. Þannig að þetta vítarhingur sem verður ekkert slegið á. Nei, og þetta vítarhingur sem við erum auðvitað bara búin að sjá í gegnum okkar íslenskar hagsögu. Það ríkir ekki sátt á vinnumarkaði það hvernig, ef að það ákveðin hópur, eins og með kennara, það var auðvitað farið í miklar hækkanir þar, svona einhvers konar leiðréttingu inn á borgun og við erum núna í virðismat eða meta kennara. En það á þeim tíma, þegar við vorum í þessum viðræðum, þá virtist verið eins og væri sátt í samfélaginu að fara þessa leið. En það vissulega rétt að svo kemur Sólveig Anna hér og ræði það auðvitað mun ég sækja þessar hækkanir fyrir minn hóp. Og það það sem við erum alltaf að sjá að við erum ekki sammála hvernig við ætlum svolítið að dreifa verðmætunum. En samt sem áður erum við sem þjóð, við óskum þess svo heitt að ná tökum á verðbólgunni og sjá vexti lækka og þetta auðvitað gríðarlegt hagsmunamál fyrir heimilin. En á sama tíma gengur það auðvitað ekki að við séum að hækka hér laun langt umfram eins og Hermann segir, verðmætasköpun í samfélaginu okkar og langt umfram það sem við sjáum í okkar nágrannaríkjum. En eitt eru kjarasamningarnir, hitt launaskriðið sem eru umfram samningana, launaskriðið mest hjá hinu opinbera meira segja, sem ætti nú að vera með báðaskó bundna hvað það varðar út frá kjarasamningum, en atvinnulífið líka sekt þetta að það hefur verið nú erum við að sjá aukið atvinnuleysi, uppsagnir víða, hópuppsagnir og annað, hafið trú á því að það ástand kæli þetta umfram launaskrið, það að segja sem að það kannski útskýra fyrir fólki, eru launahækkanir umfram það sem samið við samningaborðið í Karphúsinu? Já, ég held að ef við horfum bara á síðustu 10 ár, þá hefur hagkerfið verið að vaxa jafnt og þétt. Kaupmáttur vaxið meira en nokkuð staðar í veröldinni og nú svo komið að íslenskt launafólk bara í efstu 5% í heiminum yfir góðan kaupmátt. Þetta hefur við fjármagnað með vexti í ferðaþjónustu og þetta vexti í fleiru, hátækni og ýmsu fleiru. Núna bara svona smá hikst, túristum virðist ekki vera að fjölga og það byrja að fækka fólki, fyrirtæki sem ekki geta lengur staðið undir launahækkunum, fækka þá störfum, það bara eðli hagkerfisins. Þannig ég sé fram á það að ég held að þetta ár allt verði tímabil svona þess að störfum fækki og menn ráða ekki störf sem losna og svo framvegis. Þannig að kælingin byrjuð, svo bara spurningin verður hún undir einhverju stjórn, verður þetta svona tiltölulega kontrollerað kælingaferli eða missum við þetta eitthvað á höndunum og menn fara í panik og fara að segja upp í stórum stíl. En ef að atvinnuleysi verður meira heldur en menn gerir ráð fyrir og fleiri fara á bætur og ríkissjóður verður rekinn með meiri halla en ætlað var og ríkissjóður þarf að taka meira lánum heldur en ætlað var sem að þrýstir þá upp vöxtum, erum við þá ekki að lenda í þessu ógnar ástandi þar sem að hagkerfið kólnar og verðbólgan fer upp? Jú, hættan auðvitað svo og við horfum fram á þá bara mjög hátt vaxtastig á sama tíma og við erum auðvitað að sjá afleiðingar þess núna, atvinnuleysi að aukast og það auðvitað bara staðreynd að ef við erum að hækka svona laun langt umfram það sem að hagkerfið ræður við, að þá auðvitað afleiðingin, annars vegar verðbólga, það að segja þetta smitast út í verðlagið, nú eða þá einmitt að það þarf að hagræða og segja upp fólki. Og þetta auðvitað bara afleiðings þess og við erum alveg að sjá það að það svona merki þess efnis að hagkerfið á kólna og ein skýr merki þess efnis auðvitað bara atvinnuleysið og svo það auðvitað slaki í hagkerfinu. Seðlabankinn segir að verðbólgan, ólíkt því sem að forsætisráðherrann hefur fullyrt, verðbólgan sé á breiðum grunni, þar sé hún sé að birtast víða. Við sjáum mjög skýr dæmi frá hinu opinbera, þar sem að opinber veitu fyrirtæki, pósturinn og aðrir að hækka sínar verðskrár ekki yfir verðlagsbreytingum heldur margfalt í mörgum tilvikum. En svo kemur fjármálaráðherrann og segir, þetta verðbólguskot núna í janúar, þetta aðalega olíufélögunum og bílaumboðum að kenna. Hermann, þú ert í raunhagkerfinu, þú ert að selja smurolíu og koppafeiti og hvað þetta heitir og þú ert fyrir forstjóri olíufélags. Þannig að útskýrunum fyrir okkur hvað sýna tölurnar fyrir? Eru menn að smyrja núna við þessar kerfisbreytingar ofan eldsneytið? Svona almennt séð á eldsneytismarkaði þá ef að samkeppnin ekki mjög virk að þá komast olíufélögin upp með það að vera með hærri álagningu í ár heldur en í fyrra. Þau reyna að bæta svona verðlaginu við
og ef að verðlagið búið að vera hátt þá reyna menn auðvitað að ná meiri álagningu og það er bara samkeppnin einn sem getur snúið þeirri þróun við. Við sjáum kannski Costco besta dæmi það, þeim tekst betur en öðrum að vera með lágt verð á eldsneyti. En það má heldur ekki gleyma þætti eins opinbera. Nú er búið að keyra þessa kolefnisskatta upp úr öllu valdi. Það auðvitað dregur mjög úr getu félagana til þess að lækka eldsneytisverð. Og þetta kolefnisgjald, við sjáum þetta þvælast núna fyrir skipafélagunum. Uppgjör Eimskip sem nýkomið var ekkert beysið. Uppgjör Icelandair sem var að koma, þeir eru í tapi og tapið er svona helmingurinn af öllu kolefnisskattunum sem félagið átt að greiða. Þannig ég heldur séum komin algjörlega út í skurð í þessari viðleitni til þess að Ísland bjargi heiminum með því að íslenski neytendur borgi sífellt hærri gjöld. En komumst við eitthvað undan því? Við erum inn í EES-samningnum og ef menn segja að það þarf eitthvað endurskoða EES-samningi þá rökkva menn við og segja hvað ætlið að eyðileggja íslenskt hagkerfi og við erum að hafa aðgang að innri markaðnum og ef við tökum ekki þátt í þessu umhverfisverndarfyllirí þá verður okkur bara skóplað út. Já, við sjáum nú þekktan forseta Bandaríkjanna að segja bara sorry, við erum ekki með. Já, en þeir eiga 11 flugmóðurskip en við ekki neitt. Nei, en það er enginn að koma til Íslands með her til þess að innheimta kolefnisskatta. Ég held að menn ofmeti það og séu alltof smekir og hrættir það að tala bara raunveruleikann eins og hann er. Já. Og þetta bara gengið og langt. Og það verður ekki Ísland sem bjargar heiminum. Það er alveg fyrir sér. Að því að stórríkin ekki að taka þátt í þessu. Nei. En það líka eins og hún nefnir við erum að sjá það að veitufyrirtæki, ég meina veitur eru hér að hækka gjaldskrár líka 10-20%. Já. Og þetta auðvitað bara langt umfram það sem við erum að sjá svona almennt í samfélaginu. Þetta smitast allt út. Auðvitað smitast þetta út og mér finnst svona skýringar sem við heyrum frá veitum það svo stíf arðsemiskrafa frá eigendum sem auðvitað Orkuveita Reykjavíkur sem í eigu Reykjavíkurborgar. Reykjavíkurborg þarf á arðgreiðslum út úr Orkuveituna að halda bara svo þið fara ekki á hausinn. Já, og veitur hafa verið að greiða arð þarna eitthvað 15 milljarða á síðustu 5 árum. Og svo önnur skýring á þessu að það svo mikla fjárfestingar framundan. En það hefur alltaf legið fyrir og við höfum auðvitað ekki að fjármagna fjárfestingar í gegnum gjaldskrárhækkanir á heimilin. Og svo finnst mér líka þessar skýringar sem veitur koma með að þetta sé bara mjög eðlileg hækkun í ljósi þessa en þá horfum að til þess að 80-90% hagnaði Veitna hefur verið að fara í formi arðgreiðslna til Orkuveitu Reykjavíkur sem svo auðvitað líka endar svo hjá Reykjavíkurborg. Þannig að ég mótmælti þessu bara líka fyrir hönd Kópavogsbúa því að við erum auðvitað að greiða, við erum að taka á okkur þessar gjaldskrárhækkanir og tökum þá þátt í þessum arðgreiðslum til Orkuveitu Reykjavíkur. Mér finnst að við eigum að sýna svona frekar bara beita opinber fyrirtæki hvort sem eigu Reykjavíkurborgar á vegum ríkisins eða sveitafélag, við eigum auðvitað ekki að vera að hækka hér gjaldskrár 10-20% þegar við erum að glíma við svona verslandi verðbólguhorfur og háar verðbólgutölur. Þannig að mér finnst miður að sjá þetta og sérstaklega á tímum sem þessum og maður hefur sér fordæmi þess efnis þegar einmitt veitur hafa verið miklu fjárfestingum að þá var staldra við með arðgreiðslur úr fyrirtækinu og það var bara gert á árunum 2014-17. Þannig að mér finnst svona skýringarna sem við erum að fá ekki alveg standast skoðun og ég hefði viljað sjá veitur endurskoða þessar gjaldskrárhækkanir. En þetta ekki bara opinberu aðilarnir. Þegar að Seðlabankinn segir þessi verðbólga á breiðum grunni, þá þetta líka verið að vísa til einkafyrirtækjanna. Það eru fyrirtæki sem að segja fólki núna. Ekki óhjákvæmilegt í ástandi þar sem að laun hækka eins og þau gera og menn að horfa til þess að hagræða í mannauðsmálunum að menn skrúi upp verði líka? Jú, ég meina þetta svolítið eins og að reka hljóðver. Þú ert með risastórt takkaborð og þú ert með 300 hnappa og þú ert að reyna að snúa þessu öllu, þú ert að djögla með verðin, þú ert að djögla með kostnaðinn og mannaflann og kunnana og afslættina og þetta ótal breytur sem að fyrirtæki í verslunarrekstri allavega eru að glíma við og svo þarf að koma út úr þessu eitthvað lag sem að heldur tóni. Þannig að það eru þetta mörg handverkin og sumt endar sem verðhækkun Byrgjarnir sendu okkur verðhækkanir í nóvember á hverju ári, hvers má vænta fyrir næstu 12 mánuði og það þarf að taka það inn í, svo þarf að reikna með þróun á gengi gjaldmiðilsins. Seðlabankinn hefur verið bara nokkuð farsæll í því að halda stöðugri krónu gagnvart evrunni sem ég held að sé mjög mikilvægt, það sé ekki mikið flögt og þannig að það rétt, þetta eru ótal margar vikstöðar sem að skapa þessa
þessa verðbólgu. En krónan ógnar sterk núna sem er að koma niður á ferðaþjónustunni, en ef að krónan myndi gefa talsvert eftir, þá myndi það kalla á enn eitt þá kemur skot. Verðbólguskotið. Hvað getur Kristrún myndað sleggjuna fyrir kosninga? Ég spilaði það nú hérna í upphæðu þáttanast að fræga myndband, það nú verið að fjarlægja þá sumum rásum á netinu en öðrum ekki af einhverjum ástæðum. Hvaða verkfæri hefur hún í höndunum? Er einhver merki að þau sé að átta sig þó að þau beri sig mannarlega núna og geta þau gert eitthvað til þess að snúa þessari öfugþróun við? Já, auðvitað geta þau það með því bara veita, að fara svona í alvöru hagræðingar í ríkisfjármálunum og þau verða auðvitað brúa þennan hallarekstur sem þau svo sannarlega hafa lofað að muni gerast 2027, en mér finnst nú ekki merki þess efnis, einkum og sérlega við erum að sjá að hagkerfið að kólna, þá auðvitað lækka tekjustofnanir. Þessi ríkisstjórn kallaði eftir tillögum frá almenningi þegar hún tók við og mér fannst það mjög klókt. Ég var mjög hrifin af því útspili hjá þeim. Ekki 3.000 hugmyndir sem bárust? 10.000 og þetta voru marga hverja frábærar tillögur. Svo var blásið til blaðamannafundar, þetta var kynnt, svo hefur ekkert gerst. Það hefur ekkert gerst. Og það það sem ég á við þegar maður að lesa svona fjárlög, það svo mikil vonbrigði að sjá. Það eina sem þessi ríkisstjórn að boða eru skattahækkanir. Skattahækkanir á heimili og fyrirtæki og útgjaldaaukningu. Það ekkert, við sjáum engin merki þess efnis að það að fara eftir þessum tillögum, sem marga hverja voru mjög góðar. Og nú held ég að þessi ríkisstjórn ætti auðvitað bara að rifja aðeins upp hvað almenningur var að leggja til og ráðast í alvöru hagræðingar á ríkisrekstri vegna þess að Guðminn almáttur, það vel hægt. Við erum háskattaríki í alþjóðlegum samanburði sem endurspeglast bara í því að við erum líka með útgjöld í hæstu hæðum. Það eru tækifæri til bóta. Hvernig það hægt þegar að vegakerfið að molna niður og heilbrigðiskerfið komið að fótum fram í fjöldi starfsmanna Landspítalans með berklasmita þegar ekki hægt að útbúa bráðamóttökuna, sennilega mikilvægasta stað á Íslandi, eðlilegur garði. Maður horfir á þetta og segir, við þurfum bara miklu meiri pening inn í kerfið. Það nefnilega ekki alltaf lausnin að auka útgjöldins opinberra til að bregðast við vandanum. Við þurfum líka bara kannski að horfa inn á við. Er þetta sameina stofnanir? Getum við hætt einhverjum ákveðnum verkefnum? Spara það fjármagn, forgangsraða fjármunum með öðrum hætti? Hvernig væri að selja Landsbankann? Hvernig væri að hætta að eyða 8-10 milljörðum í RÚV sem dæmi? Það eru gríðarleg tækifæri til hagræðinga, en við verðum þá bara að fara í þessar aðgerðir. 800 milljónir í stjórnmálaflokkana, það má spara það líka. Þannig að ég held þetta sé bara svona gamaldags verkefni, það þarf að fara í hvern einasta kostnaðarlið og segja bara þetta má missa sig, þetta má bíða og svo framvegis og bara strókar út. Þetta gert í öllum stórum fyrirtækjum sem lendir í rekstravanda og að reka samfélagið ekkert öðruvísi. Og að því hún nefndi nú bráðamóttökuna, það auðvitað grátlegt að í 25 ár erum við búin að horfa á þessar fréttir í sjónvarpinu. Við höfum bráðamóttökuna, fólk á göngunum og sjúklinga í bílakjallara, Hvað búið að gera á þessum tíma? Hvað hafa stjórnendur Landspítalans gert í því að laga þessa aðstöðu? Það ekki stjórnmálamenn sem eiga að stíga þarna inn og taka upp pensil og mála og smíða. Þetta auðvitað stjórnendur Landspítalans sem að mínum að hljóta að vera allir vanhæfir fyrst það ekki búið að laga þessa aðstöðu. Þetta eru allt öflugir læknar, maður veit ekki hversu öflugir eru í... Þeir eru ekkert endilega smiðir og arkitektar og hönnuðir. Nei, síst á öllu. Já. En það þarf nú líka að fá rétt fólk að því tægi til fylgislags við sig, frekar en hitt. Nú erum við með þessa ríkisstjórn sem hefur nokkuð sterkt umboð. Þau boða það að þau ætla ekkert að kvika leið. Kristrún segir að þetta sé einskiptismál núna, þessar mælingar í desember og janúar, meðan að Seðlabankinn segir ekki rétt. Þetta eru velti áhrif sem að munu halda áfram að koma fram í fleiri snúningum í kerfinu. Seðlabankinn búinn að slá á að við munum fá vaxtalækkanir fyrir í haust held ég held að það sé svona nokkuð ljóst að það verða að fresta því öllu saman. Þetta lítur að hafa áhrifin í pólitíkina langlundargeð almennings. Ég myndi nú halda það, auðvitað finnur almenningur fyrir þessu og það gríðarlegt hagsmunamál heimila að við náum tökum á verðbólgunni þannig að við getum séð vexti lækka. Og jú, þessi verðbólga að einhverju leyti má rekja auðvitað, eða miklu leyti, ekki einhverju leyti, til skattahækkana ríkisstjórnarinnar. Þannig að almenningur bæði að finna fyrir því. Þau þurfa auðvitað að borga hærri vörugjöld og þetta bara tekið úr vasa heimila. Þannig að þetta skattahækkun þó að forsætisráðherra og aðrir ríkisstjórnir vilja kalla þetta sem einhvers konar kerfisbreytingu.
En á sama tíma líka auðvitað almenningur eða heimilin að glíma við og fá á sig verðbólgu skot. En það sem að Seðlabankinn auðvitað hræddur bara einmitt þessi verðbólgu, bæði versnandi verðbólgu horfur, ekki bara út af þessum aðgerðum ríkisstjórnarinnar, heldur líka bara að við að sjá það að það verðbólgu þrýstingur í kerfinu eins og við vorum að ræða hér áðan. En nú segir forsætisráðherra á sama tíma, hún var í viðtali á Bylgjunni, spilaði nú bút úr því hérna á mánudaginn síðast og hún segir, já, horfurnar skárri, það stöðuleiki í þessu, þetta allt í góðu. Já, en þetta einmitt þetta handrit sem við varum að ræða áðan, sko, það alltaf verið að tala um eitthvað í framtíðinni. Að verðbólgan, og ég heyrði að nefndarmaður í fjárlaganefnd Dagur B var að líka segja það að verðbólgan að lækka. Nei, hún ekkert að lækka, horfurnar að versna. Hér verið að ræða eitthvað eins og verðbólgan sé að fara að snúa, að hún sé að fara að lækka í framtíðinni, en við verðum þá að sjá einhverja aðgerðir sem munu þá stuðla að því. Eins og sakir standa horfur að versna, verðbólga að rjúka upp. Og það ég túlkaði ekki sem svo að Seðlabankinn væri að lofa vaxtalækkun í maí því miður, heldur frekar við þurfum bara að bíða og sjá. Nú ef við erum að sjá einhver merki þess efnis að forsenda ákvæði kjarasamninga í hættu, að þá heyrði ég ekki betur en að Seðlabankur var að segja þá jafnvel þurfum við bara að fara að hækka vexti. Já, hann sagði það alveg skýrt að ef við teljum að verðbólgan sé á leiðinni upp, þá munum við hækka vexti. Þið þurfum ekki að velkjast í það eitt andartak. En ef þið gera það ekki, þá eru þeir að brjóta lög. Já, það bæði það og svo verður líka að passa upp á trúveruleika peningastefnu og trúveruleika þeirra. Við þurfum að trúa því að Seðlabankinn muni ná tökum á verðbólgunni vegna þess að ef þeir missa trúveruleikan að þá rjúka bara verðbólguhorfur upp, sko. Það eru sveitarstjórnarkosningar í maí, miðja maí, þú nú að fara að taka þátt í þeim. Já. Ekki Hermann, eftir því sem ég best veit. Nei, það klart. Ég mun kjósa. Já, allir eiga að kjósa. Hann býr ekki í Kópavogi. En spurningin þessi, mun þetta ástand smita inn í að efnahagsmálin verði fyrirferðarmikil í sveitarstjórnarkosningum eða verða það bara leikskólamálin og borgarlínan sem að þú ert að reyna að koma á koppinn, Ásdís? Ég held að það sem að við munum ræða í sveitarstjórnarmálunum verður kannski meira nær þjónusta. Hvernig ætlum við að byggja upp vegakerfi og samgöngur sem eru valkostir fyrir alla? Hvernig líta leikskólamálin út? Við höfum aldeilis ráðist í breytinga þar hér í Kópavogi og erum heldur betur stolt af því og munum auðvitað segja frá þeim árangri. Það sem kannski snýr að ráðstöfunartekjum heimila, við munum auðvitað ræða það. Ef við horfum bara á höfuðborgarsvæði, þá ekkert öll sveitarfélög sem hafa verið að lækka fasteignaskatta og fasteignagjöld eru mishá, bara þó við séum bara að bera saman hérna sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Fasteignagjöldin í Kópavogi eru þau lægstu á höfuðborgarsvæðinu. Það vegna þess að við höfum verið að lækka skatta á hverju einasta ári. Þau hafa hækkað mikið í Mosfellsbæ í þínum heimabæ? Já, ég held bara svona heilt yfir ef maður horfir á fasteignaskatta hjá almennu vinnandi fólki. Þetta bara komið yfir öll þjóðamörk. Ég finnst þetta alveg fáránlegt, hvað þetta orðið hátt. Það mesta hækkunin hefur átt sér stað í Mosfellsbæ á höfuðborgarsvæðinu á þessu kjörtímabili. En ég held líka að bara menntamál verða svolítið líka til umræðu í sveitarstjórnum. Þetta eru stærstu málaflokkanir okkar. En drukka þessi mál ekki bara í skaflinum ef að verðbólgan heldur áfram að tikka upp og menn fara að óttast að fólk hefur flúið í verðtryggð lán hér unnvörpum á síðustu misserum. Verður þetta ekki einnig fókusinn? Drukna ekki hinn málin í þessu sem að fólk finnur beint í buddun? Jú, en auðvitað það samt þannig að það eru stjórnvöld sem að fyrst og fremst bera ábyrgð á verðbólgunni með ríkisfjármálunum sínum. Við getum auðvitað höfum við áhrif. En þetta snýr meira að nær samfélaginu. Sveitarstjórnarstigið allt öðru sig heldur en svona ef við horfum þetta á landsvísu. Þannig að jú, auðvitað ef að við sjáum svona horfunar versna og heimilin finna meira og meira fyrir því að þá mun að sjálfsögðu umræðan snúast svona stöðu heimila að sjálfsögðu. Og það gerir það. Ég myndist það á borgarlínuna, menn eru að hefja framkvæmdir við þessa miklu brú sem að tengja sem að Kópavog og Reykjavík í gegnum Nauthólsvík og Kársnesið. Svo erum við að fá fréttir af því að þið ætlið í gegnum þetta félag að rústa Suðurlandsbrautina og fyrirtækin þar allt í kring alveg brjáluð. Hvernig þetta fara að enda ef að fólk mun ekki komast á milli staða á sínum einkabíl?
Já, það nefnilega verið að blanda saman annars vegar samgöngusáttmálum sem slíkum sem sáttmáli hvaða framkvæmdir við ætlum að fara í á höfuðborgarsvæðinu og við höfum auðvitað verið að finna fyrir því að það hefur verið algjört frost í uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu frá 2012. Þannig að það var nú tími til komin að við myndum fara í einhver alvöru fjárfestingar þar og framkvæmdir. En það sem að gerast á Suðurlandsbrautinni hins vegar mikilvægt að halda til haga að þetta skipulagsmál sem ákveðið að Reykjavíkurborg. Það Reykjavíkurborg sem auðvitað stýrir sínu skipulagi. Ég ekki sem bæjarstjóri Kópavogs að segja að Reykjavíkurborg hvernig þau að haga Suðurlandsbrautinni. Og það hefur hvernig borgarlínan liggur í gegnum Kópavog? Að sjálfsögðu. Þið hefur bara sjálfdæmi það. Já, skipulagsvaldið alltaf hjá sveitarfélögunum og það verður bara að segjast þess og við horfum til Kópavogsbæjar, Garðabæjar eða Hafnarfjarðar, Mosfellsbæjar, ég þekki það kannski síður en hjá þessi sveitafélög hjá okkur nær mér. Við erum ekki að þrengja fjölskyldubílnum. Ég ekki að sjá merki þess efnis að við séum að þrengja fjölskyldubílnum, síður en svo. Við erum að bjóða bílastæði með þeim eignum sem verið að byggja og þannig að þetta auðvitað bara stefna okkar í skipulagsmálum. Þetta stefna okkar og það engin annar að fara að segja okkur að við erum að fara að þrengja fjölskyldubílnum. Það auðvitað bara ákvörðun hvers sveitarfélags fyrir sig. En hins vegar styðjum við það að við séum að fara í fjárfestingar á samgöngukerfinu okkar. Þannig að við erum að byggja upp göng- og hjólastíga. Við erum að fara að efla almenningssamgöngur þannig að það verði fleiri valkosti fyrir fleiri, sem sagt valkosti fyrir fleiri. En líka erum að fara í mikilvægar umbætur á bara stoppvegum okkar. Voru hér fulltrúar Viðreisnar, nú prófkjörið þeirra lokið, Björg Magnúsdóttir sigraði þann slag, en þau voru bent á það við Suðurlandsbraut að fyrirtækinum væri ekki vorkunn, þau getur reist bara bílastæðahús á baklóðum hjá sér við Suðurlandsbraut. Já. Þú ert í verslunarrekstri, Hermann. Já. Og reyndar niður í Skeifu. Jú. Ég held að ef að Suðurlandsbrautin fer eins og tillögurnar liggja fyrir núna, að þá mun það kollsteypa þessum meirihluta í Reykjavík. Ég held að hinn almenni borgari sætti sig ekki við svona skúfuspil. Þetta gríðarlega dýrt, þetta gríðarlega hamlandi fyrir alla, þetta skekkir samkeppnisstöðu fyrirtækja þarna á Suðurlandsbrautinni, það rýrir fasteignaverð hjá öllum sem þar eru og þetta náttúrulega bara eitthvað algjört fíaskó í mínum huga hvernig verið að hugsa þetta. Og þau keyra á þetta bara fullu afli? Já, keyra bara á þetta fullu afli og bera enga virðingu fyrir íbúunum eða fólkinu sem að kjósa þetta fólk. Þannig ég orðin bara dálítið gáttaður, ég held að þetta myndi nú allt saman mildast eftir því sem að líður fram stundir, en það ekki að sjá og ég held að þessi sveitafélög á höfuðborgarsvæðinu eiga nú bara fullt í fangi með að reka strætó í dag og það meðgjöf upp á milljarða, bæði frá ríki og sveitafélögum og hvert markmiðið með þessari borgarlínu og hverjir eiga borgarlænina taprekstur sem á henni verður, fyrirséður til eilíðar. Ég hef minni áhyggjur af stoppkostnaði borgarlínunar, en þetta verður taprekstur upp á milljarða á hverju ári til eilíðar. Og hvaða fólk á rétt á því að hætta að eiga bíl og ætlast þess einhver annar borgi allar ferðið þeirra á milli staða? Ég held að þurfum að svara því. Þetta þarf auðvitað að vera valkostur en það mikilvægt að halda til haga. Það að reka samgöngur, almenningssamgöngur aldrei að fara að skila hagnaði. En að keyra 10 manns í 50 manna bíl ekki samgöngur. Þetta allan daginn. Þetta vandamálið nefnilega með strætó í dag. Strætó fastur í umferðinni. Já. Við getum ekki treyst á tíðni strætó og það ástæðan fyrir því að strætó ekki valkostur og það það sem verið að gera, það verið að byggja hér upp samgöngur þannig að þessi valkostur fyrir fleiri, ekki alla. Áfram við að fara að tryggja það að þeir sem vilja fara á sínum fjölskyldubíl geta áfram farið með bara keyrt á sínum fjölskyldubíl, hvort sem til og frá vinnu eða í skóla eða hvað, en hins vegar verðum við að efla almenningssamgöngur þannig að þessi valkostur fyrir fleiri aðila. 96% íbúa hérna á höfuðborgarsvæðinu kjósa bílinn sem sinn samgöngumáta og þeir þá borga fyrir þessa 4% sem nota almenningssamgöngur. Og ég segi bara hvað má þetta kosta? En hér nú verið að ræða almenningssamgöngur eins og þeir eru í dag. Strætó sem fastur í umferð. Og ég hef ekki séð neina framtíðarsýn sem önnur. Nei, og það líka það sem við þurfum aðeins að fara að ræða. Við þurfum að fara að ræða þessa framtíðarsýn. Hvernig samfélag viljum við byggja hér upp? Viljum við byggja hér upp? Ég vil halda áfram. Viljum við byggja hér upp bílaborg? Nei, ég vil byggja hér upp samfélag þar sem við erum með fjölbreytta valkosti. Ég ætla ekki að segja Kópavogsbúum hvort þeir ætla að eiga að fara í vinnu á sínum eigin bíl, gangandi, hjólandi eða með strætó. Nei.
Ég vil bara bjóða upp á valkosti, en þá verðum við að efla almenningssamgöngur. Má það kosta hvað sem er? Staðurinn. Auðvitað má það ekki kosta hvað sem er. Og ég alveg sammála það. Það engin stefna hvað þetta má kosta? Jú, það alveg stefna. Það komin stjórn yfir núna en það veit ekki hver rekstrakostnaður borgarlínuna verður, né hvaða tekjur að koma þar inn. Það í stóra gat. Já, það eru áætlanir þess efnis, en það sem að ég sá því ég tók við sem bæjarstjóri var að þetta var ákveðinni sjálfstýringu. Það var einhvern veginn ekki yfirleitt yfir hvað þetta myndi kosta, hvernig ætlum við að reka þetta. Nú eru sveitarfélögin og ríkið að fara að reka strætó saman. Í dag eru auðvitað sveitarfélögin bara að reka strætó. Ríkið borgar með, ekki? Það nú bara minna, við erum að borga miklu meira, það bara minni háttar. En við verðum bara að hafa í huga að þetta kostar, en við verðum auðvitað að gera þetta með sem hagkvæmustum hætti. Og þá skiptir öllu máli að þeir sem eru í stjórn félagsins eru þeir sem eru eigendur af félaginu. Og það sem við vorum að breyta núna. Við breytum stjórnskipulag félagsins, þannig að við værum meira bara með þessa yfirsýn og við verðum að veita þetta aðhald. En það auðvitað þegar reksturinn fer í gang. Eru þessar áætlanir borgarlínuna og hvernig hún muni í raun líti út, eru þau ekki svolítið eins og með þyrlupallin á Landspítalanum? Það bara liggur í raun ekkert fyrir hvernig eða hvort þetta verða veruleika sem sést best á Suðurlandsbrautinni þar sem að eitt sveitarfélagi stígur fram og ætlar að kollvarpa og rústa í raun mjög mikilvægri samgönguhæð fyrir þá sem ferðast á einkabíl og verslunarrekstrinum við götuna. Þannig lítur það út? Já, ég ekki sammála þeirri stefnu sem að meirihlutin í Reykjavík hefur verið að keyra á. Ég ekki sammála því að það þurfi að þrengja að fjölskyldubílnum á sama tíma og við erum að byggja upp almenningssamgöngur sem virka. Og ég get ekki sagt Reykjavík hvernig það gerir þetta. Það auðvitað bara meirihluti hverju sinni sem með skipulagsvaldi og sveitarfélagi sem slíkt með skipulagsvaldi. Ég hef hins vegar, og við í bæjarstjórn Kópavogs erum með skipulagsvaldi yfir Kópavogi. Og við höfum, okkar stefna skýr hvað þetta varðar. Við ætlum ekki að þrengja að fjölskyldubílnum eins og við erum að sjá að gerast í Reykjavík. Og ég tek alveg undir það sem Hermann að segja hér. Þetta auðvitað bara með ólíkindum að horfa upp á þetta. Að taka svona bílastæðin á Suðurlandsbrautinni, það að byggja einhver bílastæðahús, þeir sem eru með sinn rekstur þannig hafa auðvitað verulegar áhyggjur af þessu og ég veit ekki betur en að það sé bara verið að fara reyna að berjast auðvitað mótmæla þessu hávert og jafnvel að kæra þetta skipulag. Og svo auðvitað líka verið að fækka þarna akreinum, sýnist mér með við þessa mynd. En þetta hefur verið stefnan hjá Reykjavíkurborg á undanförnum árum. Þetta áhugavert, við ætlum að fylgjast með þessu áfram. Ég get eiginlega ekki sleppt þér Ásdís að fara aðeins yfir þetta Kársnesskólamál sem hefur verið að, heitir það Kársnesskóli? Barnaskóli Kársnes. Kársnes, já. Heimildin og RÚV hafa verið að fjalla um það. Getur aðeins útskýrt fyrir okkur, þar var skólabyggingartæki sem var rifin og önnur reist í staðinn? Já, það var í raun, þetta gerist á síðasta kjörtímabili að það var ákveðið að rífa skólann, sökum miklu. Og farið í bara útboð sem að ítalski verktakin Riziani fékk það útboð og fór í bara framkvæmdir og þessar framkvæmdir hófust bara á síðasta kjörtímabili. Nú svo fæ ég svolítið þetta verkefni í fangið og við sem að gegnum forystu í Kópavogi og við fórum fljótlega að sjá það bara að þrátt fyrir að skólinn væri í byggingu þá lá hann bara undir skemmdum. Vegna hægagangs eða? Nei, bara hvernig bara framkvæmdum var háttað. Og það var alveg ljóst að okkar gæðakröfur eru auðvitað mjög stífar þegar sérstaklega snýr auðvitað skólabyggingum. Að við urðum að grípa til ráðstafana sem og við gerðum. Við undirbyggum það mjög vel. Við fórum í riftun gagnvart ítalska verktakanum og það eru fá ef einhver fordæmi þess efnis að opinberi aðili gerir slíkt. Þannig að áttu okkur aðeins á í hvað stöðu við vorum komin. En við fórum í þessa riftun og það var auðvitað stórsigur fyrir Kópavogsbæ að riftunin var dæmd lögmæt fyrir nokkrum mánuðum síðan. Og nú erum við í að fara að undirbúa dómsmál þar sem við ætlum að sækja fullar bætur gagnvart því tjóni sem við urðum fyrir við það bara rifta við þennan ítalska verktaka vegna þess að það vita það allir
að það að grípa til svona ráðstafana hefur auðvitað kostnað í för með sér. Við þurftum að fara í það fyrst að lagfæra tjónið og svo erum við nú auðvitað bara búin að byggja hér glæsilega skólabyggingu. Er hann í lagi? Já, hann er ekki mikilvæg eins og aðra skólabyggingar? Ég bara, nemendur, starfsfólk og foreldrar hæstánum skólastarfi hafið, þannig að skólinn stendur. En við auðvitað heildarkostnaður liggur ekki fyrir og það er það sem ég hef verið að reyna að benda heimildinni á og RÚV vegna þess að við erum auðvitað að fara að sækja fulla bætur og erum auðvitað með væntingar það að við munum fá þetta tjón bætt vegna þess að riftunin var dæmd lögmæt. Og það sem er svolítið áhugavert í þessu að nú erum við að sjá það að í Danmörku er svipað ástand komið upp. Þar er verið að byggja risastóran spítala og þeir eru sem sagt að rifta samningi við þessa sömu ítölsku verktaka. Þannig að djöfullinn er ekki danskur eftir allt saman, heldur ítalskur. Takk ykkur kærlega fyrir þetta og takk fyrir ykkar innlegg með þessu mál. Við munum þurfa að ræða efnahagsmálin áfram þó ég viti að þinn fókus allavega verður á sveitarstjórnarmálin hér á komandi viku og mánuðum. Við munum kalla þig ásamt öðrum frambjóðendum í Kópavogi til samtals við okkur það hvernig þið hyggist sjá bæjarfélagið fyrir ykkur á komandi árum. Hermann og Ásdís, þakka fyrir komuna. Takk. Það var ekki meira á vettvangi spurninga þennan ágæta föstudaginn. Við þökkum ykkur fyrir samfylgdina. Ég minni aftur á bókaklúbbin okkar góða. Við erum að taka fyrir alveg ótrúlega áhugaverða bók eftir Val Gunnarsson. Bókin heitir Grænland og fólkið sem hvarf. Það er full ástæða til að setja fókus á þessa stærstu eyju í heimi, sem er þetta líka stærsti jökull, þar sé á eyju í heiminum. Og við munum taka þessa bók til umfjöllunar á vettvangi Morgunblaðsins og svo í lok mánaðar með góðum viðmælendum á vettvangi klúbbsins. Þið getið skráð ykkur í hann á mbl.is á síðu spursmála. Fylgist þið með.